Morgunblaðið sem tekur hér við að fréttum miðvikudaginn 20. og 2. október. Ég heiti María Lilja og ætla hér á samstarfsfólki mínu að bjóða upp á hlaðborð af alls konar skemmtilegum og fræðandi viðtölum. Hér í lok kvölds kemur Óli Dóri til mín, Maríu Lilju, og ræðir AI tónlist eða gervigreindar tónlist. Arnar Pálsson, prófessor í lífupplýsingafræði við Háskóla Íslands, ræðir við Gunnar Smára kynin og kynjatvíhyggju. Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðalráðs, ræðir við Björn Þorláksson nýjan staðal á vinnumarkaði sem tekur mið af breytingaskeiði kvenna. Barði Guðmundsson og Hrafnhildur Gunnarsdóttir eru höfundar heimildamyndarinnar Bóndinn og verksmiðjan sem að fjallar baráttu Ragnheiðar Þorgrímsdóttur á Kúludalsá gegn mengun frá álverinu í Hvalfirði. En þau mæta hingað til Gunnar Smára að ræða myndina auk annarra verka Hrafnhildar. En hér eftir örstuttar auglýsingar þá ræðir Björn Þorláksson við Hjört Hjartarson nýja stjórnarskráin. 13 ár eru liðin síðan að Alþingi boðaði til þjóðaratkvæðis nýja stjórnarskrá og þeir spyrja spurningarinnar, hvar er hún nú? Þannig að hér eftir stuttar auglýsingar, gjörið svo vel. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Kvennaverkfall 24. október. Taktu daginn frá. Kvennaverkfall í 50 ár, 1975 til 2025. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, í vikunni urðu þau tímamót að 13 ár eru liðin síðan Alþingi boðaði til þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá. En það bólar nú ekkert á henni. Við fengið hingað að borðinu, rauða borðinu, Hjört Hjartarson. Vertu velkominn. Takk að þér fyrir. Þetta búið að vera baráttu mál þitt lengi og mig langar að byrja á því, kannski áður en förum lengra, áður en förum inn í samtímann, að þú hjálpir mér að reyna að muna upphafið og svona hvað hefur gengið á. Það kom hrun á 2008. Við fylltumst nýjum hugmyndum það hvað þyrfti að gera til þess að endurreisa Ísland, auka lýðræði og uppræta meinsemdir, og það var boðað til fundar. Taktu boltan þar. Segðu mér upphaf þessarar sögu, þessarar kröfu og hvað gerir svo? Já, upphafið er náttúrulega hrunið sem var hér 2008. Já. Bankahrunið, fjármálahrunið, en það var ekki bara fjármálakerfið sem hrundi, þetta var þarna svona siðferðilegt og pólitískt hrun líka. Einmitt. Og
upp úr því var skipuð rannsóknarnefnd Alþingis sem að fór í gegnum þetta. Þetta er náttúrulega mikil saga, þessi hrunsaga. Já. En í rannsóknarskýrslu Alþingis er sagt að það verði að huga að breytingum á stjórnarskrá eða gera breytingar á stjórnarskrá og skýra þar valdmörk og þar fram eftir göttunum. Og akkurat þessi punktur, ég held að þetta hafi máðst út úr minni sumra. Já, eflaust sko, eflaust. Og síðan sem sagt ályktar Alþingi þessa skýrslu, þingsályktun í september 2010, þar sem er einum rómi sagt að það eigi að þessi skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis sé áfellisdómur yfir stjórnmálum og stjórnmálamenning og stjórnmálumannur landsins og meðal annars er ályktað þar að það skuli fari ráðast í breytingar á stjórnarskrá, endurskoðun stjórnarskrárinnar sem að reyndar hafi staðið til allt frá 1944. Þú getur lesið það í Alþingistíðindum til dæmis að það átti bara að samþykkja þessa stjórnarskrá 1944 með þeim einum breytingum að forsetinn var settur hann inn í staðið fyrir kónginn, en síðan átti að ráðast í heildarendurskoðun á stjórnarskránni. En svo endurskoðun fór reyndar aldrei fram, sko. Fyrr en þarna, við þetta hrun, 2008, þá var farið á stað með þetta í rauninni, sko. Og 2010 er komin ný stjórn, hrunstjórnin er fallin. 2009 kemst hún til valda, ekki. Síðan skipar hún stjórnlaganefnd svo kallaða sem heldur síðan heldur síðan þjóðfund. Það hafði verið haldið þjóðfundur 2009 og það fór sem stóð á honum meðal annars Halla Tómasdóttir núverandi forseti Íslands. Það hjálpaði til við að halda þennan þjóðfund 2010 þar sem var slembivalið fólk 950 manns. Voru það 950? 950, var það svona fjölmennt þing? Og bara endurspeglaði bara landið. Frá 18 ára til 91 árs held ég að elsti þáttakandinn hafi verið. Og síðan var kosið til stjórnlega þings sem átti að taka með þessu þjóðfundi. Og þær kosningar fóru fram og Þorkell Helgason, prófessor og starfsfræðingur, hann segir þetta gekk allt saman vel fyrir sig. Nema hvað Hæstiréttur ákvað að hann ákvað að ógilda þessar kosningar til stjórnlagaþings. Á hvaða grunni? Á grundvelli formsatriða. Og ég man eftir því að þegar þetta kom í fréttum, þingið þar segja kosningarnar til stjórnlagaþings voru í nóvember 2010 og Hæstiréttur birti þessa ákvörðun sína, þetta var ekki dómur, þetta var ákvörðun í janúar held ég 2011 sko. Og í sjónvarpsfréttum að þá man ég að hann kemur Ólafur Harðarsson og það var datt alveg á hann andliti, sko. Hann sagðist ekki vita til þess að þetta hefði gerst nokkuð staðar annars staðar í heiminum, bara að kosningar væru ógildar í heilu lagi. Hvað heldur að Hæstiréttur hafi verið að hugsa? Ég veit ekki hvað það var að hugsa, en það stóð ekki steinn yfir steini í þessar röksemdafærslans. Og það voru enga grunnsendur uppi að einhver hefði haft það rangt við eða niðurstaðan væri ekki rétt. Þetta var bara á grundvelli þessar formsatriða sem hann ákveður að ógilda þessar kosningar. Og síðan 2012 þá voru forsetakosningar kærðar til Hæstaréttar á sama grundvelli. Og þá vísaði Hæstiréttur þessar kæru frá vegna þess að jafnvel þó að eitthvað hafi farið úrskeiðs í kosningunum, það hefði ekki haft áhrif á niðurstöðuna. Hann kom í algjörum mótsögn við sjálfan sig, sko. Þannig að þetta er svartur blettur á bara réttarkerfi landsins, sko. En það sem að stjórnin gerði þá og er mjög virðingaverð, hún bara skipaði
þetta þjóðkjörna fólk í stjórnlega ráð og fól því verkefni sem að stjórnlega þing hafði átt að sinna. Já. Og ef við hlaupum bara hratt yfir sögu, þá fór þetta stjórnlega, þessi stjórnarskrárgerð á vegum þessa stjórnlega ráðs fram fyrir opnum tjöldum, sko. Það var mjög opið aðgengi að þessu ráði og fólk skiptist á og sendi inn erindi og bara allir höfðu aðgang að þessu. Verkefnið að skrifa nýja stjórnarskrá. Já. Og það er þetta sem að Vigdís Finnbogadóttir segir að sé bara lýðræðislegasta stjórnarskrárferli sem að vitaður og það er alveg rétt. Já. Og í stuttumáli þetta er þannig að Alþingi bara biður þjóðina í rauninni, bara almenningu tillögur að nýrri stjórnarskrá. Tillögurnar, almenningur býr til þessar tillögur, afhendir þær Alþingi. Alþingi setur þær í þjóðaratkvæðagreiðslu og það er samþykkt, þessar tillögur samþykktar sem grundvöllur nýrra stjórnarskrár með 66,9% atkvæða, sko. Já. Og alls konar það voru auka spurningar líka í sambandi við persónukjör, í sambandi við jafnvægi atkvæða, auðlindir í stjórnarskrá. Það var spurt þessi nýmæli í stjórnarskránni sérstaklega. Já. Þetta er 2013. Það er Alþingi boðar til þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá. Sko, Alþingi fær afhent Alþingi fær afhentar tillögurnar frá stjórnlagaráði 2011, sumar 2011. Já. Síðan boðar Alþingi til þjóðaratkvæðagreiðslu þessar tillögur 20. október 2012. Já, alveg rétt. Og í lok mars, eða í mars 2013, þá liggur fyrir Alþingi frumvarp að stjórnskipunarlögum í samræmi við efnislega nokkuð tegn í samræmi við þessar tillögur sem hefðu verið samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. En Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur komu í veg fyrir að það yrði afgreitt. Jafnvel þó það lægi fyrir opinberlega að meirihluti þingsins hefði viljað afgreiða þetta. Hvernig fóru þeir að því? Hvernig getur meirihlutin það? Það var með málþófi og því miður þá var ekki sá kjarkur fyrir hendi í þinginu þá eins og nú sem er veiðigjaldamálið til þess að bara knýja þetta í gegn, sko. Nei. Og Árni Páll Árnason, þá formaður Samfylkingarinnar og Katrín Jakobsdóttir og Guðmund Steingrímsson minni mig, þau einhvern veginn gengur fram fyrir skjöld og skár í rauninni Sjálfstæðisflokkin og Framsóknarflokkin úr snörunni, sko. Það átti að fresta þessu eitthvað og taka til við þetta seinna. Já. Þetta er sagan í stuttu máli. Í rauninni er þetta þannig að bara Alþingi sem sagt biður almenningum tillögur að nýrri stjórnarskrá, almenningum skilar einhvern tillögum, tillögurnar fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og málið er bara fast. Já, ég fylgdist með þessu norðan, ég bjó á Akureyri, ég man að sko maður var bjartsýnn. Já. Það var svona þróttur sem að hélt til dæmis mörgu, ég kynntist fátækt í fyrsta skipti eftir hrunið, það var mjög hart á dalnum hjá mér og minni fjölskyldu, en það var allt í lagi að þótti ég sko færa á puttanum milli Mývatnssveitar og Akureyrar til þess að veiða silung og búa til silungsbólur sem voru ógeðslega vondar bara því að og væri kliftið mig sjálfur að því ég hefði gefn á því að fara í klippingu í einhvern tíma og svona bara hrunið sem sagt hafiði skammtíma áhrif nokkuð vond á mig og minni fjölskyldu en þetta skipti mig engu máli ég var hamingjusamur og flestir í kringum mig af því að við vorum full af einhverju nýrri von nýjum kjarki, stemningin var bara björt og jákvæð það er ótrúlegt að við stöndum hérna 2025, það sitjum hérna ég á móti þér og síðan hafi í rauninni allt bara verið í frosti. Þetta var alveg einstakt
ástand, sko. Já, þetta var einstakt ástand. En sko, almenningur náttúrulega rak stjórn hérna frá völdum, það var mikið reiði líka, Já. en þetta var svona friðsamlegt og skapandi svar við hruninu. Já, saman. Og þetta var andrúmsloft þar sem að fólk kom saman á þessum þjóðfundi. Ég var þar. Ég tróði með það einn sem sko sjálfboðaliði. Ég var lendi ekki þessu slempi úrtæki. Nei. En stemmingin þarna er ólýsanleg. Sko. Já, og svo í framhaldinu sko í stjórnlagaráði og það var eitthvað einstakt andrúmsloft þarna sem að er ekki hægt að búa til svona upp úr engu, sko. Þetta er eitthvað sem skapaðist bara. Að þess vegna þessar tillögur sem að samþykkt að voru þjóðaratkvæðagreiðslu, þess vegna það svona dýrmætar og verðmætar. Það bera þess merki að hafa orðið til við alveg sérstakt ástand, sko. Til að þjóðin kom saman og lét sér dreyma nýtt og betra samfélag. Já. En þetta ennþá hérna, það eru til, sko. Það er bara að ganga frá þeim. Hver voru helstu tíðindin í breytingunum? Helstu tíðindin var fólst í rauninni þessum auka spurningum sem að voru þarna sko persónukjör. Það lengi búið að íta á það að fólk vil fá að ráða meira í kosningunum sjálfum, sko, heldur en að setja bara sitt litla x þarna. Og auðlinda ákvæði í stjórnarskrá náttúrulega. Það ekki stærst? Það náttúrulega það sem í hugum sumra það stærst, það sem væntanlega stærst í hugum útgerðarinnar, sko. En svo eru líka þjóðaratkvæði að frumkvæði kjósenda. Það líka mjög stórt atriði. Og jafnvægi atkvæða. Og það var spurt sérstaklega þessi atrið og þau hlutu öll alveg yfirgnæfandi stuðning, sko. Það var líka spurt eitt atrið sem ekki það var spurt, viltu að það sé ákvæðum þjóðkirkju í stjórnarskránni og 54% sagði já við því, sko. Eins og í núgildandi stjórnarskrá náttúrulega. Af því að þú varst sjálfur að nefna veiðigjöldin áðan, hækkunin á þeim í sumar, og þú talaður að stjórnin hefði verið samstiga og hún hefði sýnt kjark sem hefði kannski skortaður. Það er svona í því máli kristallast kannski þessi þetta tregðu lögmál nýju stjórnarskrárinnar. Maður hlustaði þarna á ræður fulltrúa valdaflokkana gömlu. Og það er augljóst að það hefur orðið svona ákveðið valdaframsal. Ég ætla ekki að segja að Hæstiréttur hafi verið undir áhrifum af einhverjum öflum eða þrýstingsöflum, auðmagninu eða svoleiðis. En Meinarðu þegar hann ákvaða ógilda? En þetta er bara svartur blettur á Hæstarétti. Þetta ekki, þú ógildir ekki kosningar á þessum grundvelli. Nei, en það sem ég er að reyna að koma inn á, sko, er að það er við ægivald að etja. Hagur stórútgerðarinnar hefur, sko, hafið hún verið valdamikil áður, þá er hún ekki síður valdamikil núna. Og mér finnst eins og að tregðan við að heimila framgang nýju stjórnarskrárinnar, hún eigi sér oft ítök í einhverjum auði og völdum tengdum sjávarútveginn. Það er engin vafi á því. Það er engin vafi. Tregðan við þetta að ganga svona langt, að hafa virða ekki úrslit kosninga. Það þarf eitthvað rosalega mikið til. Og en það mun ekki standa lengi, þetta mun verða samþykkt, sko, að lokum, en þetta er svo langt gengið. Þetta er mjög langt gengið. Og náttúrulega fjölmiðlum beitt og Já, og þögn líka, sko. Það sko, í ríkissjónvarpi til dæmis, sko, sýndi heimildamynda þátt fullveldi 1918 og
í honum hreinlega fullyrt, það var sýnt í desember 2023, fullyrt að þjóðaratkvæðagreiðslan nýja stjórnarskrá hefði aldrei farið fram. Já. Þetta alveg stórundarlegt og við sendum alltaf út að stjóra bréf og báðum hann að spurning hvort þetta ekki leiðrétt gagnvart áhorfendum, en það var ekki gert. Það var ekki gert. Nei. Þannig að hefur þá upplifað á langri tíð að það sé bara menn jafnvel gangið svo langt að endurskrifa söguna? Ég veit ekki hvort að þetta sé með vilja gert eða bara hvort þetta var bara fúsk, sko. En þetta svolítið dæmigert líka og þetta rímar alveg við, sko, ákvörðun Hæstaréttar og meira að segja, sko, niðurstöður tölur úr niðurstöður þessar kosningar, tölurna voru ekki rétt birtar einu sinni. Nei. Af Hagstofu Íslands, sko, það eru birtar niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðsluna 2012 eru birtar með öðrum hætti heldur en niðurstöður allra annarra þjóðaratkvæðagreiðsla sem hafa verið fram og þau getur svona lækkað, sko, lækkað stuðningi við nýju stjórnarskrana í 64%, sko, en ekki 67%, sko. Sko, eftir ríkisstjórn Samfylkingar og VG mynduð ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokksins og maður vissi að það yrði við ramman reip að draga bara með það sem að þú hefur sagt. Síðan kemur Katrín Jakobsdóttir og stýrir ríkisstjórn í tvígang. Það var svona ákveðin kunst að fylgjast með henni, hvernig hún lét alltaf eins og málið væri að einhverju leyti á dagskrá og gæti þetta reyði til tíðinda, en samt var það aldrei þannig. Hún ætlaði að ljúka heildarendurskoðun á stjórnarskránni á 2 kjörtímabilum og niðurstaðan eftir þessi 7-8 ár nú var enga breytingar, sko. En sko aðal kannski má segja, sko, ef þú leiðir Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn til valda skal ekki ímyndaður og getur gert breytingar á stjórnarskrá. En hún stóð þannig að verki, þessi ríkisstjórn, að það var ekki samfærandi. Þau byrjaði á því að efna til almannasamráðs með svo kallari rökræðukönnun sem alveg góð og gild aðferð. En þau tóku ekki tillögurnar sem að búið var að samþykkja þjóðaratkvæðagreiðsluna, heldur byrjaði nýtt ferli. Það liggur eiginlega beintið að taka þær tillögur sem búið var að samþykkja þjóðaratkvæðagreiðslu og fást við þær, en það var ekki gert, sko. Það var stóri fellin. Og þetta var að fyrra kjörtímabilin og það kom ekkert fram í þinginu, sko. Hún satt ein uppi með þetta einhvern veginn. Og síðan seinni kjörtímabilið þá fór hún einhverju sérfræðingum, 4 sérfræðingum til bæ að koma með tillögur nýrri stjórnarskrá. Og þetta var hvorki fugl né fiskur, sko. Nema bara það bara að tefja þetta í enn 8 ár, sko. En mér finnst núna að það sé komin til valda ríkisstjórn bara það verið fyrsta sinn síðan 2009 sem komin ný ríkisstjórn sem hefur verið stafa kjark til þess að ganga, sko, erinda almennings fremur en sérhagsmuna og mér finnst veiðigjaldamálið sýna þetta og þess vegna bind ég vonur við þessa ríkisstjórn, sko. Þú hefur trú á Kristrúnu Frostadóttur. Ég hef trú á henni. Hún sé rétti skipstjórinn til þess að sigla skútunni. Og líka vegna þess að, sko, það á dagskrá þessar ríkisstjórnar að breyta stjórnarskrá. Það á dagskrá ríkisstjórnar. Já, þau ætla að koma auðlindaákvæði stjórnarskrá. En óttast ekki að þetta verði teygt og togað og frestað? Já, ég bara sé þetta sem tækifæri til að taka bara allar þessar tillögur. Vegna þess að það mjög knýjandi að breyta stjórnarskránni. Ekki bara út af auðlindadæminu, heldur fjölmörgu öðru. Og landskjörstjórn til dæmis að fara fram á þetta, breytingar sem að verða að gera á kosningaákvæðum stjórnarskránni. Og svo líka þetta, sko, þau ætla að halda þjóðaratkvæðagreiðslu framhalda aðildarviðræðna ESB.
Hvað er að marka þjóðaratkvæðagreiðslu ESB ef að þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá ekki virt, sko? Já. Þá eitthvað að marka þessa þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, einmitt. Ég skil þig. Og þessi óskýrleiki, við búum við mjög óskýra stjórnarskrá. Einmitt. Þessi grein sem ég skrifaði þarna í gær á vísi.is. Já. Hún heitir Takk Vigdís, Takk Guðni, Takk Halla, Takk Þjóð. Og þar vísa ég í ýmislegt sem mjög forvitnilegt, sko. Já. Til dæmis viðtal við Eirík Tómasson, lagaprófessor. Það var í Silfri Egils frá 20. febrúar 2009 minnum mig. Já. Það mjög fróðlegt og þar segir hann bara hreint út að hluta til þessi stjórnskipun handónýtt. Hann tekur svona sterkt til orða. Já. Og Guðni T.H. Jóhannesson tala líka þessa úreltu stjórnarskrá og Alþingi talaði þessa úreltu stjórnarskrá strax 1944. Já. Og svo sá ég að það var fundur á lögfræði dagurinn. Það var fólk á fundi sem að var að fjalla stjórnarskrán og það yfirskrift, þetta moggafrétt, ég vísa í þessa frétt líka þarna í greininni, að þar talað fyrirsögnin óskýr stjórnarskrá veikasti bletturinn. Og þetta fólk veit alltaf þessari nýju stjórnarskrá, sko. Já. En þau nefna hann ekki að nafn. Ég þori að fullir það að þau gera það ekki. Nei. Og svo segir í þessari frétt, vísbendingar hnignun lýðræðis eru víðsvegar í heiminum og það hætta á að þessi hnignun komi til Íslands líka. Segir þetta fólk sem að býr í ríki þar sem að kosning til kostningar eru ógildar í heilu lagi og niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu eru ekki virtar. Já. Og þau eru hrædd að þetta geti komið til Íslands líka, þessi hnignun lýðræðis. Einmitt. Það alveg stórundarlegt. Þetta súr brandari. Já, það það. Og mörg dæmi bananalýðveldi á langri fréttasögu minni. Já. Fundist. Ég vil segja samt, það var þjóðin sem afreikaði þetta. Já. Þetta var, hún á heiður skili fyrir þetta. Já. En svo taka öflin við og þau eru búin að... Það bara stjórnmálin eru enn í einhverjum í ógöngum í rauninni, sko. Þau funkar ekki eins og þau eiga funkara og lýðræðinu er ábótavant vegna þess að stjórnmálumenningin er ekki góð, sko. Þessi mikla bjartsýni sem við rættum á þann að einkenndi hugmyndir okkar stórbætt siðferði í pólitíkinni, því eins og þú bentir svo réttilega á, þá var það ekki bara bankarhrunið hafið orðið á fleiri vígstöðum, pólitíska sviðinu, siðferðislega sviðinu. Þessi mikla bjartsýni, það hefur eiginlega verið, það er eiginlega full-time job sem maður sletti að missa ekki neistan, að glata ekki neistanum, að halda voninni. Já. En það eru til menn sem segja að tímarnir breytist og mennirnir með, og það sé orðið svolítið langt síðan þessi vinna ykkar var unnin og kannski væri bara betra að taka þetta upp frá grunni. Hvað segir við þá? Ég var að tala áðan þetta sérstaka ástand sem var til þarna. Já. Það eru verðmætin sem að felast í þessum tillögum sem voru samþykktar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Já. Og ekkur ekki að taka þær tillögur og ljúka þeim. Já. Það eru verðmæti í því út af fyrir sig, og ég held að þjóðin hefur mjög gott að því að taka þær fyrir og ræða þær, og líka vegna þess að það er ekki hægt í lýðræðisríki að fara ekki að úrslitum kosninga. Nei. Það er eiginlega algjörlega ótækt. Já. Hvernig finnst þér ganga að ná athygli samfélagsins á ykkar baráttu?
Sko, ég held sko 2012 þegar við vorum hérna 21. október á borginni og við fengum þess að niðurstöður úr hérna þjóðaratkvæðagreiðslu, þá held ég að þetta mál væri bara komið í höfn. Þjóðin búin að greiða atkvæði þessar tillögur, samþykkjaðan með yfir 2/3 hlutum atkvæða og þá var þetta í búið sko. En það reyndist nú ekki vera sko, en það hefur alltaf verið hérna, þessi þögnum þetta hefur alltaf verið rofin. Það var verið sko, bara 2020 síðast, þá fekk forsætisráðherra afhendar undirskriftir eða kröfuskjal að nýja stjórnarskráin yrði lögfest með 43.423 staðfestum undirskriftum. Já. Það er ekki lengra síðan. Nei. Og það er gríðarlegu fjöldi. Já, það er gríðarlegu fjöldi. Já. Og hérna, og maður geta þess að það voru samtök kvenna nýja stjórnarskrá sem að stóða að þessu, reynda með dyggri aðstóð stjórnarskráfélagsins. Já. En hérna, og hvað eiga konur í núgildandi stjórnarskrá? Það eiga ekkert í henni. Nei. En það eiga í þessari hérna. Já. Alveg til jafnsáði karlmenn sko. En svo spyrjið aðeins nánar út í sko þessa hvernig það gangið ná athygli er hérna hefur enginn áhuga á þessu? Sko ég var að lýsa þessum undirskriftum hana, það bendur til að hafa kannanir fyrir 5 árum? Fyrir 5 árum? Já, fyrir 5 árum. Já. Hvernig staðan í dag? Staðan í dag er þessi sem ég er að lýsa núna, hérna, það eru áform uppi breytingar á stjórnarskrá og Alþingi hefur enn ekki virt úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar og þarna eru fyrirliggjandi tillögur vandlega unnar sem á bara að ljúka. Já. Sko Píratar og Samfylking lögðu fram frumvarp 2020 sem var alveg í samræmi við frumvarpi sem lá fyrir fullbúið 2013 samhljóða því nefnum bara með ítalegri greinargerð. Þar er hægt að byrja til þess að ljúka þess og við erum á sko, við erum ekki hérna á byrjunarreit, við erum á loka metrunum og notfæra okkur þetta sem varð til þannig á þessari töfra stundu sko. Og þetta hættir ekki, þú veist þetta, þú talar hvernig gengur að ná til fólks, þú veist, við náum alltaf til fólks, sko. Menna, við söfnum bara fyrir prentun á þessari bók, bara óskuðum eftir framlögum og það er bara hrúast inn fyrir því. Það sem ég er að velta fyrir. Það er listamenn, hérna, 2020, Ólafur Ólafsson og Líbia Castro, ekki eru þau? Við fengum myndlistavelun 2020, varum við sýningu í listasafni Reykjavíkur og þau eru með sýningar tengdar stjórnarskrármálum út allan heim sko. Og hérna þannig að þetta þagnar ekkert en það er þetta svo langt gengið það er svo langt gengið að halda þjóðaratkvæðagreiðslu og hunsa niðurstöðan og láta eins og það sé í lagi. Það er ekki í lagi og verður ekkert í lagi. Það sem að, bara svo ég útskýr það sem liggur undir þessum spurningum mínum núna, það er kannski það að mér finnst ég ekki sjá margar fyrirsagnir í blöðunum eða á fréttamiðlunum þetta mál. Við sáum hvað gerðist þegar til stóð að breyta veiðigjöldunum. Morgunblaðið var bara með spáði bara hérna því að himinn og jörð myndi allt eyðast í eldi frá með þeim degi að þeir heyra fyrst hugmyndirnar og mikið vitnað í það og aðri fjölmiðlar mikið að keyra á þessu. Sko til þess að þeir töpuðu nú þeir baráttu aldrei og þrátt fyrir að hafa móast við og vera ennþá síðast í fyrradag var einhver maður sem er einhver fiskvinnslufyrirtæki að kenna hækkun veiðigjalda að hann var að segja upp 20 manns þótt orsakirnar séu augljóslega allt annar. Það sem er bara velta fyrir mér er á svona langri blaðamannagöngu þá sér maður að sko ef það eiga að verða umbætur þá þarf málið að helst að vera einhvern veginn alltaf reglulega kyrrt í fjölmiðlum. Það þarf að vera svona
það þurfa að vera margir málsvarar, það þurfa að vera einhverjir í hópi blaðamanna sem að trúa virkilega mikið á þetta. Sú stund runnin upp? Þú segir að þú sért sko bjartsýnn á ríkisstjórnina, en ætti samt ekki að vera bara, svo ég noti mannamál, enn meiri þungi í þjóðfélagsumræðinni hvað varðar þetta? Jú, það ætti að vera. Það það voru margir útlendir fræðimenn sem að hafa fylgst með þessu. Þetta náttúrulega vakti heimsathygli, þetta stjórnarskrárferli. David Carrillo minnum að hann heiti, hann við einhverja stóra háskólum í Bandaríkjum, hann taldi að það er bara að vera nýtt hrun hérna til þess að fá þetta í gegn. En ég held nú ekki, sko. En það er samt góð spurning. Þegar verður hreyft við málinu, ef sko stjórnarskrárbreytingar koma til tals, sem það hljóta að gera á þessu kjörtímabili, að þá fer eitthvað að stað, þá er ekki hægt að þegja svona rækilega, sko. Nei. En ég held ég skilji hvað þessi fræðimaður er að tala sko, hann kannski hugsar að þurfi aftur eitthvað momentum. Það þarf alltaf í svona baráttu, það þarf alltaf eitthvað momentum. Já. Og og við bara erum búin að vera þolinmóð, sko. Já. Og við höfum átt okkar stóru stundi. Ég held að máli væri, þú veist, í Höfn, við ætluðum að samla 25.000 undirskriftum eitthvað svoleiðis, sko. Það fóru í 44.423 ár. Já. Við heldum þá að kannski eitthvað myndi gerast, en samt þá voru við völd hérna ríkisstjórn náttúrulega. Já. Vinstri grænna og Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. En eins og ég var að segja á hann, síðan 2009 hefur ekki verið ný ríkisstjórn fyrir en þessi ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur kom til valda. Já. Og og hún verður að gera stjórnarskrárbreytingar. Ef hún gerir ekki breytingar á auðlindaákvæði, þá munu Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur lækka veiðigjöldin aftur. Það gerðist 2013, leiðu að komast til valda, lækkuður veiðigjöldin og skáru reyndar niður framleitir sérstaks saksóknara líka náttúrulega. Þetta er mjög góða punktur hjá þér og þarft að rifja upp. Já, þetta er bara alveg vitað. Réttur almennis er ekki tryggður í stjórnarskrá í samfélagi við auðlindir. Og annað, ef það á að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið, þá verður að vera búið áður að tryggja það að auðlindirnar séu sameign landsmanna. Það þarf að tryggja það í stjórnarskrá. Það mun fáilátt að segja sér að það skiptir ekki máli áður en fariður í umræðurnar. Og það er líka vitað að við göngum ekki í ESB nema breytir stjórnarskrá og margir munur náttúrulega fara upp aftur þess vegna á ekki að breytinni. En mér finnst það reyndar rétt að kjósendri að geta haft valið það sjálfur, sko. Þeir að geta sett já eða nei það, sko. Nú, eitt er fjölmiðlaathygli, annað er aðra leiðir til þess að vekja áhuga á málefninu og þú ert með sem sagt þarna, er þetta nýprentuð? Þetta er sem sagt önnur útgáfa á nýju stjórnarskrána. Af bókinni nýju stjórnarskrána. Af bókinni nýju stjórnarskrána. Og hérna er sem sagt formáli eftir Vigdísi Finnbogadóttur, forseta Íslands fyrrverandi. Og sögulegur inngangur eftir Þorvald Gylfason. Og svo er hérna nýja stjórnarskráin. Já, einmitt. Hvar fær maður svona bók? Þetta er komið, þetta fæst hjá Forlaginu, við vorum með útgáfa hóf þar í gær, en svo er þetta í bókabúðum hérna Eymundsson, allt hérna, á höfuðborgarsvæðin og þetta fer út land núna bara í vikunni vonandi. Ég þarf að finna fólk til þess að kæra þetta í búðu fyrir mig eða við í félaginu. Er það stjórnarskrárfélagið sem gefur hann út? Í samvinnu við Forlagið, já. Í samvinnu við Forlagið, já. Og þessi bók, fyrsta útgáfa þessara bókar, hún er til nú þegar á í rafbókasafninu, hún er til á Storytel, þannig að hún er aðgengileg fólki, sko. En hún er uppseld, eða var uppseld, fyrsta útgáfan var uppseld hjá Forlaginu og í bókabúðum og hjá útgefanda líka. En þetta er nýja bókin hérna.
Og hvernig var í hófinu í gær? Var mikil stemning? Já, mjög gaman. Já, Þórir Baldursson lék þarna á Hammond. Og Leiló spilaði og söng. Já. Bara gaman. Þau eru bæði í breytingaliðinu? Já. Sko, það segir hérna í formála annarar útgáfu, þar sem rakin þessi saga frá 2018 í rauninni til dagsins í dag. Já. Að það komi 10 eða 100 listamanna sem hafa komið að þessari baráttu. Já. Sem alveg á eftir að segja frá í rauninni. Stórmerkin. En þegar ég geri aðra prentuna þessu þá ætlaði ég að laga þetta og segja bara 100 listamanna. Já. Því að bara hérna í þessu prógrami þeirra Ólafsson á Líbíu þá komu 100 tónskáld sko, sem sömdu lag við hverja einustu grein, nýju stjórnarskálarinnar og svo náttúrulega flytjendur og þannig að hérna það vakandi sko undiralda og hérna ég alveg handviss það að þegar þessi ríkisstjórn fer af stað ef hún ræðist í og tekst á þetta stjórnarskrármál af heilindum, tekur þess að tilhöfu fyrir, þá mun hún hrífa þjóðina með sér sko. Alveg eins og í sambandi við veiðigjaldið sko. Og enn meira sko. Þessi tækifæri fyrir þau að... Alveg, já. Og ég vona þau bara þekki sinn vitjunar tíma sko. Og ég hef trúað því. Já. Og þú ætlar ekki að láta þau í friði ef þau ætla að loka augunum? Ekki ég bara. Þau verður ekki látið inn í friði með þetta ef þau ætla að sniðganga úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Ef það við fá að gera það einu sinni, þá munum þau mæta andstöðu. Já. En þú ert bjartsýnni núna enn langt skeið? Já, mér finnst þau að koma ný ríkisstjórn, svo fyrsta síðan 2009. Einmitt. Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Þú ert aðeins búin að kveiki í mér aftur. Já, það er gott. Já. Heyrðu, svo verður þessi bók fljótlega fáanleg sko svo rafrænt líka. Já, rafrænt. Á Forlaginu. Já. Og hún fer á Storytel líka. Og þið nýtið ágóðan ef einhver verður til þess að kynda áfram undir. Já, þetta fer allt bara í meira sko. Já. Hjörtur Hjartarson, kæra þakkir fyrir spjallið. Ég þakkaði fyrir að rifja upp þessa sögu. Það var verulega farið að falla á mitt minni og sennilega margra aðra. Já. Þetta var, Þorvaldur gerir mjög vel grein fyrir þessari sögu með löngum sögulegum aðdraganda. Og í formála þessara nýju útgáfu þar þessu ferli lýst svona í stórum dráttum því sem gerist frá 2018 til 2024. Einmitt. Takk ægilega fyrir komuna, Hjörtur Hjartarson. Gangi ykkur vel. Takk ægilega fyrir sömuleiðis. Og við höfum ekki sagt okkar síðasta orð, meira efni eftir andartak. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Við ætlum í bíó. Það sýnd í Bíó Paradís heimildamyndin Bóndinn og verksmiðjan og svo var búið hana til Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Barði Guðmundsson og þau eru hingað komin. Þetta mynd sem að fjallar nábýli bónda við stóriðju og mengun. Þetta barátta Davíðs og Góliat, eða ekki? Algjörlega, heldur betur. Já. Saga sem aldrei nógu oft sögð. Já. Af hverju, hvað kom til að þið gerðu þessa mynd?
Ég byrjaði á myndinni sem heimildamyndaverkefni í Kvikmyndaskóla Íslands og það var 20 mínútna mynd og svo fannst mér að þessi mynd ætti erindi við fleiri og ég fór af stað þegar ég útskrifaðist úr skólanum með söfnum í gegnum Karolína Fönd og hélt áfram og var svona ár að þessu einn en svo sá ég að þetta var bara mér ofviða þetta verkefni og ég hef áður unnið með Hröppu að stuttmynd og ég kom á máli við hana og hún sýndi þessu mikinn áhuga og nú vorum við bara að frumsýna á laugardaginn var hér í Reykjavík en áður á Patreksfirði á vegum kvikmyndahátíðarinnar Skjaldborgar. Það sem að myndi gerði góða lukku? Já, það var hvítasunnuna síðustu. Já. En Hrafnhildur, hvað er alltaf verið að segja sögu þarna? Jú, þetta sló mig strax sem mjög sterk saga. Ég hann svo sem fylgst aðeins með þessu í gegnum barða og fjölmiðla. Baráttur Ragnheiðar við þetta ofureflið. Það er Ragnheiður Þorgrímsdóttir sem er bóndinn á Kúludalsá. Já, og og svo fórum við bara í þetta. Mér fannst þetta, ég hef nú ekki gefið mig mikið af umhverfismálum þó að það sé nú alveg innan áhugasviðsins. Og ég sá strax að þetta gat verið mjög sterk saga. Að vísu ætlaðist ég nú ekki alveg til að vera kvikmynda í 10 ár en það er eins og þeir sem að lenda í klónum á mér, þeir enda yfirleitt í svona mjög löngum tímabilum og það er mjög áhrifaríkt að sjá hlutina gerast yfir langt tímabil. En sagan er bara mjög sterk og það þarf bara að segja þessa sögu. Já, en hvor er sagan? Er sagan af einstaklingi sem er að berjast við kerfið eins og settir? Eða er sagan að það sé mengun frá þessari stóriðju? Já, það er náttúrulega bara hvoru tveggja, sko. En auðvitað er ábyrjandi svona í seinni hlutanum baráttar Ragnheiðar við kerfið sem að einhvern veginn bregst. Þetta byrja náttúrulega með mengunni. Og þarna hafa verið felld meir en 20 hross frá 2007 og hún í eilífri baráttu við Matvælastofnun og Umhverfisstofnun sem vildi ekki hlusta á hana frá byrjun og verksmiðjan, hún hafði eftirlit með sjálfri sér eins og hún gerir ennþá í dag en jú, þetta var Davíð að berjast við Golíat heldur betur og við fylgdum þarna með henni öll þessi ár og loksins 2012 fékk hún 2 vísindamenn í gegnum ráðuneytið til að rannsaka hvað var að gerast og eftir 3 ára rannsóknir komust þeir að niðurstöðu að það væri 4-falt meira flúor í beinum hrossana þarna heldur hún á öðrum stöðum á landinu. Og það öllum líkindum stafaði vegna flúor sleppis frá verksmiðjunnar í miklu mæli. Sem að hún kemst upp með? Sem að hún kemst upp með og það hafði orðið slys þarna 2006 að það sprakk þarna ker og flúorinn slapp út í 24 klukkustundir óheftur. Álverksmiðjan lét þó vita af þessu en Umhverfisstofnun brást og lét ekki bændur vita af þessu þannig að þeir gátu forðað skepnum í skjól. En við veitum ekki hvernig þessu er háttað í dag en mengunarvörnum var mjög ábótavant á þessum tímum. Ég held að þessi pínu villandi líka samt að tala bara alltaf þetta slys að vísu náttúrulega er slysið það sem að kemur svo stað hjá hrossunum hjá Ragnheiði en það virðist vera og það sérstaklega maður skoðar flúor í öðrum búfénaði eins og kindum að það er bara stöðu mengun af flúor sem að sleppur þarna út og hann segir mér nú þarna eitt sem að hefur verið að hringja í mig núna og hann segir að
það sem að þeir kaupa inn, það fari út. En þetta er svo sem rannsóknarinnar virði. Vissulega. Vissulega, en við náttúrulega tókum bara þá afstöðu, við varum að fylgja eftir máli Ragnheiðar. Við erum ekki rannsóknarblaðamenn eða sérfræðingar á neinu sviði, en sagan segir mjög erfiða sögu. Já, sem saga Davíðs í baráttu við Gólíat, en það ekki alveg rétt að segja það þannig, þannig að við höfum stundum séð bíómyndir Davíð, og þá kemur hann og hittir Gólíat. Á bakvið Davíð heill her Ísraelsmanna. En vanalega það sá sem stendur í svona baráttu, hann bara einn, og það eiginlega engi sem styður hann. Hann lendir í því að vera Ragnheiður, eins og sé eitthvað svona hverland, sé kvart yfir ykkur sem ekkert sé. Þannig að það eiginlega einkenni ofta á svona baráttu, að sá sem stendur í henni, hann fær hvergi stuðning. Hún hefur ansi mikið ein, en hún þrjósk og ákveðin. Og fylgir sér. Já, og fylgir þessu mjög vel eftir, og hún lét okkur vita ef eitthvað stóð til sem væri áreiðandi. Vissulega gátum við ekki komið öllu þessu efni fyrir í 80 mínútna mynd, en hún hefur skrifað bók sama efni, þar sem hún hefur komið því að sem við getum ekki komið að í myndinni, sem var víst að koma út núna nýlega. En hún tapaði málinu sem hún fór í. Og málunum. Málunum, já, akkurat. Hún fór í mál við ríkið, álversmiðuna. Umhverfisstofnun. Já, og tapaði því allir saman. Það eins og kemur nú fram hérna í myndinni að það náttúrulega ótrúlega skrítið að öll sönnunarbyrðin skuli vera sett á bóndan sjálfan, en ekki þá sem eru að menga að þeir séu ekki að valda veikindum eða mengun, sem að þeir segjast vera að gera allt rétt, en það augljóst að það einhver víða pottur brotin í þessu. En hún missir sitt viðværi sem reiðskólinn. Og hestarnir, þeir deyja bara vörpum og veikir og þurfa bara á gjörgæslu að halda. Og hún segir í einu viðtalana að hún líti svo á að jörðin sé bara eitruð, ónótæf. Já. En fær hún ekki viðurkenningu á því? Hún hefur ekki fengið viðurkenningu á því. Nefnum þá í þessari mynd? Nei, ég nefnum bara í myndinni. Myndin talar sínu máli og talar hennar máli? Já, þannig séð náttúrulega, við fylgjum henni eftir og því sem að hún að slást við og það mjög erfitt að sjá að þetta sé ekki einhvers konar eiturefna kokteil sem að valda þessum veikindum. Að vísu sjáum við á þessum rannsóknum sem að Sigurðarson fyrrverandi yfirdýralæknir og Jakob Kristinsson, eiturefna sérfræðingur unnu, að það marktækt fylgni á milli flúors og svo sem sagt ekki starfhæfs skjaldkirtils eða sem sagt insúlín viðnáms hjá þessum hrossum. Og síðan var hann rannsóknarverkefni á vegum Landbúnaðar Háskólans á Hvanneyri. Og það var nemandi eða stúdent sem var að klára ritgerð og hún fór í þessar rannsóknir og hún komst að þeirri niðurstöðu að Vesturland, sérstaklega Grundartangasvæðið, að það væri allt morandi flúoreitrun og flúor í hrossum þar áberandi. Alltaf 4-falt meiri þar heldur en á öðrum svæðum, tökum bara Skagafjörð og það þá hross og kindur. Þetta bitnar mest á grasbítunum og það náttúrulega dálítið skrítið þegar það að mælast kannski 100 sinnum meiri flúor en á að vera í lambi, sem 4 mánaða. Það er dálítið mikið. Þið segið að hún hafi haldið baráttunni áfram að því hún væri fylgin sér. Já. Eitthvað annað í karakterina sem veldur því að hún gefst ekki upp þótt að
allt segir henni að hætta. Já, hún er náttúrulega bara rökföst. Hún er vel mentuð. Hún er svona mjög góð í því að lesa skýrslur, greina hvað er í þeim og við fylgdumst með henni til dæmis á fundi þar sem var verið að kynna mengunarniðurstöður og hún er svo eina sem spyr einhverja spurninga, einhverja gagnrýna spurninga og heldur bæði einhverju stofnun og þá mengunar aðilum þarna við efnið. Hún er mjög kjarkmikil og bara óþrautandi en auðvitað tekur þetta sjálfsögðu á hjá henni en það er betra að njóta stuðnings í sinni baráttu. En þá kemur öðru, ef þetta er karakterengina hennar, hvað veldur því að sá sem er í svona baráttu fær ekki stuðning í samfélaginu? Já, fyrst og fremst held ég að sem svo sveitafélagi það vill náttúrulega ekki vera að styggja verksmiðurnar vegna þess að þeir eiga heilmikið undir, það er peningar sem að skipta máli. Þú veist, það er áberandi að sjá hvernig Hvalfjarðarsveitin vill lítið fjalla þetta mál eða Akranes kaupstaður af því að þetta eru náttúrulega heilmikli peningar í kassan. Fólki í kjósinni er eiginlega duglegra við að stiga við baki á henni en það er af því að þeir eiga enga hagsmuna að gæta. Svo er það líka þetta sinnuleysi hjá ríkisstofnunum eins og umhverfisstofnun og matvælastofnun. Það er bara, það er eins og það er þegið þetta bara og hafi beinlínis ekki áhuga á málinu. Og þetta er svona systurstofnanir sem eiga að vinna saman og það er hlusta okkur aðra og ef ein systurinn nennir ekki að standa í þessu þá gerir hinn það ekki heldur. Hvað segir þú, Hrafna? Já, það er eitthvað svoleiðis en þetta er alveg stórfurðulegt. Það fór skjóli aðgerðarleysi hvors annars. Já, það er svona, þeir vísa á hvorn annan og taka upp alls konar vilsu frá hver öðru virðist vera. En eins og sveitafélagið, er þetta ótti við það að álverið segi ef við fáum ekki að menga þá bara förum við? Eða er þetta svona ótti sem oft fylgir bara þeim sem hefur vald og peninga? Það er það. Þeir náttúrulega hafa gert mikið fyrir bæjarfélagið og á Skaganum líka með öllum þessum íþróttahreyfingum og annað og hafa verið duglegir í því. Þetta er svona, þetta raungerist kannski hérna, ég man ekki hvort maður setur bókinni Draumalandið og myndinni svona hvernig svona stórfyrirtæki, þú veist, verða bara eins og smá ríki inn í ríkinu. Og þannig að þetta er svona eiginlega bara skólabókar dæmi. Við skoðum þetta aðeins, þú veist, komum að því sko hvað er álverið að styrkja í, það styrkir gjarnan einhverja íþróttir eða jafnvel hestafélögin og er að, þú veist, þau fá styrki frá og þannig að enginn vill styggja þá. Þannig að hinn ríki, hann fær að fara sínu fram af því að hann gæti láta okkur fá ölmusu með einhverjum hætti. Já, það eru náttúrulega, allavega síðast ég var að lasa einhverju tölum að vera 600 mann sem að vinna hjá álverinu og margt af því fólki kemur á Skaganum. En það er kannski ekki raunhæft að segja ef að þið verið að gæta mengunarvörnunum að þá missa þetta vinnuna, það er ekki raunhæft. Þeir bara geta gert þetta betur. Það er að gera kröfur á félag sem er með 600 manns í vinnu. Algjörlega og það er náttúrulega það er ýmislegt þarna sem að mætti alveg skoða betur. Hann Mummi Guðmundur fyrrverandi ráðherra umhverfismála, þú veist, það voru svona, hann kom upp með þær hugmyndir að sko það ætti raun og veru ekki að vera akkur að vera með þynningasvæði. Þú veist, á þetta ekki bara fara engin mengun út. Er það ekki bara eina og besta ráðið? Hvernig það er gert. Mér skilst að þetta álver hafi verið eitthvað gamalt álver sem var keypt frá Þýskalandi á sínum tíma og hafi bara verið virkilega ábótavant að öllu leyti varðandi mengunarvarnir og ég veit ekki hversu mikið það hefur þróast á þessum 30 árum sem þetta hefur nú verið þarna starfandi í firðinum. Já. Íslendingar hafa náttúrulega tekt sig ansi langt til þess að ná hingað inn stóriðju.
Og eiginlega að taka ratið hingað inn eins og Húsvíkingar eru að lenda í á Bakka og Reyknesingar lendu í kísilverinu þar og þannig að menn tegja sig ansi langt og gefa eftir skatta og alls konar hluti. Það kemur líka mengun frá járnblendiverksmiðjunni. Já, það er náttúrulega það er algjör skandall, það er eiginlega verst held ég, mestu menguna var aðilinn þarna og þetta, sko, Hvalfjörðurinn er hástökkvari í koldíoxíð útblæstri, þú veist, það er bara það er rosalegt að sjá þær tölur. Og Sigurður Sigurðarson segir að flúorinn bindist reyknum sem kemur frá járnblendiverksmiðjunni. Þannig að þetta saman gerir þetta enn verða. Já. En varðandi það náttúrulega áhugaverðast viðbrögð stjórnvalda að því að maður myndi ætla það að sveitarstjórnin til dæmis vald fólksins og ætti að taka afstöðu með þeim. Ekki? Stofnanirnar ættu að sinna almannahag. Ég fór þarna á kynningarfund ásamt Sigurði Sigurðarsinni og Jakobi Kristinsinni til að kynna þetta fyrir sveitarstjórninni. Sveitarstjórinn sjálfur sér ekki ástæðu til að vera þar viðstaddur og þeir kynntu þetta fyrir sveitarstjórn og það var ekkert meira. Það var ekkert meira að tala um það. Hvað mennur, hvað hefur viljað sjá gerast? Hvað ég hefði viljað gerast? Ég hefði viljað sjá þau að miskusti, ræða þetta og gera eitthvað, kannski leggja pressu og heimta að þarna væri fram nánari rannsókn og hvernig útbúnaður væri í álversmiðjunni, hvort að mætti skoða það betur, hvort að þeir væri ennþá með þessu gömlu hreinsitæki frá upphafi eða eitthvað á þá leið. Og það er náttúrulega reitt í þessu máli að mengunar aðilinn, hann sér sjálfur mengunar mælingar. Það er náttúrulega orkar dálítið tvímælis vegna þess að þeir eru náttúrulega þeir ráða einhver aðila til þess að sinna þessum mælingum og svo eru þær tölur skoðar og þeir eru með einhverja mælistöðar hér og þar og ef það er einhver óhagstæð mælistöð þá er hún oft tekin út. Bílar hún. Hún er bara hent út. Það var eins og þarna ein mælistöðin á Stekkjarási sem er beint fyrir ofan álverið. Það er bara hægt að nota hana því að mældist of mikil mengun þar. Já, þannig að Þetta er tíska dagsins, það er Boeing, hefur til dæmis eftirlit með Boeing með hrikalegum afleiðingum. Já, einmitt. Þannig að þetta þykir orðið auka skilvirkni í rekstri að verksmiður hafi eftirlit með sjálfum sér. Já. Það má alltaf ekki vera neitt ríkiskostnaður og ekki vilja að hækka skattan á þá eða láta þá borga meira fyrir rafmagnið. En eitt er þess að að fólk hneigi sig svona að peningavaldinu í héraði. Já. Annað er svona almenningur allur. Því að áður en að þessar verksmiður voru ristar, þá var mikið rætt mengun. Jú. Það var mikil mótstaða. Mikil mótstaða. Sól í Hvalfirði, það voru samtök sem settu sig upp á móti þessu. Já. En svo er eins og að fólk hugsi sér svo, þetta er bara orðin hlutur. Það þýðir ekki að berjast við og það kemur eiginlega fram þar sem að þau sögðu að myndi gerast. En þá sér maður ekki stuðningin og þá er hún ein eftir Ragnheiður í sinni baráttu. Hún hefur fengið vissulega stuðning frá umhverfisvaktinni í Hvalfirði, en umhverfisvaktin, Það var það eina sem að komst inn í að þeirra óskum hérna þegar þetta var gefið grænt ljós á þetta, að það yrði að vera umhverfisvakt. Já. En þetta er... En það er nú ekki beint, held ég að hlustað á hana. Nei, það er bara, allir vilja vera partíinu, það er bara gaman, æði, og smá penning inn í þetta þjóðfélag og svo bara er ekkert verið að spá í restina og það er bara, þú veist, eins og núna sér maður það líka á fjölmiðlum, fjölmiðlar eru bara vilja helst ekki að fjalla þetta, þú veist, það var eins og þessi mengunar niðurstöður sem komið þarna 2021, þú veist,
það var hérna kunningjakona mín og sonur hennar var að vinna á Morgunblaðinu og þetta voru svo sláandi upplýsingar og hún heyrði þetta hjá mér en Morgunblaðið vildi alls ekki fjalla um þetta. Það er vandi hérna fjölmiðla að fjalla um hennar mál. Það sem hún er svona ein, að þá er hún eiginlega ein til frásagnar og þá er þetta eins og þetta sé einkanlegt mál, frekar heldur samfélagslegt mál. Einmitt. Og það henta kannski ágætlega í heimildamynd en ég man að ég var eitthvað að reyna að fjalla um þetta á þessum tíma og maður lendir svolítið í þessu vanda, maður er með konu sem ber fram sína sögu en það vantar eiginlega stuðning. Þetta er bara, ég hef stundu tekið dæmi að því hvað gerðist hérna, hvað var mikil breyting af því þegar það var fjalla um kynbundið ofbeldi. Fyrst voru viðtöluð, hérna, langt á undan var náttúrulega ekkert fjallað um það og hægt og bítandi og svo voru skugga viðtöl og fleira og svo kemur kona fram og talar um að sér hafi verið nauðgað. En þegar það komu 3 ár, maður gæti sett saman 3 viðtöl, þá breytist allt. Já. Og þá hættir þetta að vera einkanleg saga og verður samfélagsleg saga. Já. Og það er svolítið var alltaf vandi með þessa sögu, hvernig er þetta að koma með hana, þannig hún sé samfélagsleg saga. Já. En það var einmitt þess vegna sem að við í raun og veru urðum að bíða svolítið lengi vegna þess að ég vildi ekki að myndin kæmi út fyrir en að við værum búin að fá einhverja sönnun fyrir því að einhver annar hefði lent í þessu sem að kom svo óvænt upp í hendurnar á okkur hana 2023. 2003. Við höfum heyrt að veikindum en við máttum helst ekki vita hvar þessi veikindi eða á hvaða bæ þau voru. Fólk vildi ekki tala um það. Fólk vildi ekki tala um það. Þegar þú verður óvissal í sveitinni. Óvissa í sveitinni, það er þú veist, þau verða að framlega matvæli. Það verður að framlega matvæli og þú veist, og fólk er rætt að vera að fjalla um þetta og svo líka lækkar fasteignaverð, þannig nú eins og hann segir hérna formaður umhverfisvaktarinnar og þá bara betra að þegja. Já. En þetta er afskaplega sorglegt hvernig fór fyrir svona fallegum firði með blómlegt sem sagt landbúnaðar hérað. Og sko ekki bara sjónmengunin af þessu heldur allt annað. Já. Og þetta, sko Grundartangi er náttúrulega stórum hluta í eigu Faxaflóahafna sem að Reykjavík og borg á. Þannig að Reykjavíkingar bera mikla ábyrgð í þessu máli. Og svo álverið er í eigu? Það er Century Aluminium, það er bandarist félag núna sem á þetta. Járnblendið er í eigu? Elkem sem aftur er í eigu kínverskra fyrirtækja sem er eiginlega ríkisfyrirtæki í Kína og þar er með undir stjórn kínverska kommúnistaflokksins. Já. Heyrðu, ég þarf víst að fara að gæta eins og margir menn á þínum aldri. Ég er svo samskusamur, ég verð að fara í mitt starf. Segðu mér bara því að hérna, þú ert á þínum aldri. Rosa mikið að köllum að þínum aldri og konum, kettlingu, þá segir maður bara, sem er að gæta. Já, við erum margir leikararnir sem hefum farið í þetta starf og höfum, það voru þó nokkuð margir með mér í skólanum í Kópavogi, leiðsögumannaskólanum og þarna ertu líka svona svolítið í stóru hlutverki. Sem leiðsögumaðurinn og fara svolítið að njóta þín sem þú er bara Móse leiða fólk yfir Heiðbergina ég hef séð að því margir kallar sem ég kannast við sem var orðið svolítið daprir svona með aldrinum svo fóru þeir í þetta starf þau eru svona ljómandi glaðir og ég spurði einn að þessu af hverju þetta er svona glaður ég er alltaf með fólki bara sem er í fríi og er að skemmta sér þetta er skemmtilegt og þakklátt starf já og ef maður gerir vel og fær hrós þá er það náttúrulega plús þau býða eftir þetta bara þakka okkur fyrir ég ætla alltaf fram að tala við hana Hrafnhildi því að hún var hérna ég ætlaði að fá okkur hérna í síðustu viku það var svona smá vesen meðal annars að því að þú varst stödd út í Bandaríkjunum með aðra mynd sem heitir á íslensku dagurinn sem Ísland stöðvaðist og fjallar kvenna frídaginn 1975 en það var að endurtaka hann núna sem kvennaverkvall núna á föstudaginn. 50 ár. Já. Og þetta það var eitthvað sem að
fór að horfa á þessa mynd ég held líka í Bíó Paradís. Jú. Sætt það var grátið yfir henni. Já, ég hef fengið nokkuð svo liðið símtöl og skilaboða frá karlmönnum bara á miðum aldri sem hafa sagt tárast og grátið í myndinni. Akkur gráta kallarnir yfir þessu? Þeir mætti ekki gráta, eða ekki? Þeir mætti alveg gráta, sko. Þeir fá eitthvað leyfið þarna til þess að gráta. Nei, þeim allt í einu bara sér fólk hversu stórmerkilegt þetta var. Vegna þess að Íslendingar eru nú svona alveg snillingar í því að sjá ekki hvað skiptir máli, finnst mér stundum. Það er svona, því kalla Danir hafa eitthvað heitið yfir þessu. Það er svona að tala niður allt sem að vel er gert. Já, kannski tala niður eða bara, já, þetta er ekki mikilvægt. Ég meina, það tók mörg ár fyrir fólk að átta sig á því hversu gríðarleg ströngverð urðu þarna og ég meina þetta var margt að gerast í kringum þessa tíma en ég held að þetta hafi verið svona toppurinn á þessari byltingu, ég held að þetta hafi bara verið bylting. Sem gaf mikinn kjark. Já og breytti bara, þú veist þarna hóst veruleg breyting fyrir konur á Íslandi og við erum náttúrulega ennþá leiðandi núna, þú veist það er 15 ári röð hefur Ísland verið á einhverjum toppi, á einhverju lista sem heitir Gender Index það að það sé best að vera kona hér á landi og við náttúrulega erum alltaf duglegar að segja og það er sérstaklega sem er að vinna mikið í baráttunni að það sé ekki allt búið og þetta er það ekki. Þessi bakslag. Það er alltaf bakslag, já og hérna þannig að, já. Þú ert að tala um svona dag sem svona töfradag, þannig hann gat af sér margt. Já, hann gerði það. Langflesti segja alltaf, já, svo kusu við Vigdísi sem forseta, 5 ára seinna. En þú ert líka miklu meira en það. Þetta var gefið miklu fleiri. Þetta gaf einhvern veginn kjark, já, ég man bara sjálf, ég var nú 11 ára þarna á torginu og hérna, ég man að ég vaknaði næsta dag og sagði, já, nú er bara allt breytt, nú er allt komið í lag. En þú veist, þetta tók það langan tíma. Þetta svona gaf manni einhvern veginn axlir til þess að standa á. Þú veist, maður gæti einhvern veginn, já. Og setti svona hugmyndur um það að, jú, maður getur nú bara kannski, bara, já. En þegar þú vaknar 11 ára eftir daginn og segir, nú er allt breytt, þá gæti ykkur gömul sál sagt við þig að allt breyttist en ekkert breyttist. Já. Það er oft einmitt í svona þar sem maður gerist eitthvað svona þá er það einmitt satt að það breyttist allt en ekkert breyttist. Já, en ekkert breyttist strax. Það tók sinn tíma. Langa tíma. En þú ferðu ekki með þessa mynd víða? Jú, þetta er nú eiginlega bara algjörlega ótrúlegt hvað þessi mynd hefur farið víða. Hún er núna búin að vera í kvikmyndahúsum, heimildamynd sem hefur fengið dreifingu í kvikmyndahús í Þýskalandi, Austurríki, Sviss, Belgíu, Spán. Hún er opnuð í Japan núna á föstudaginn í 30 kvikmyndahúsum. Það hafa yfir 100.000 manns séðan í bíó og hún er líka núna, erum við að ljúka við þetta svokallaða kvikmyndahátíða tímabil sem er yfirleitt svona rúmt ár eftir að myndin kemur út og hún er búin að fara víðan völl. Hún var meira þess að tilnefnd til verðlauna í Kína á einhvers konar Emmy Award, það heitir The Magnolia Award í Shanghai og hérna og það var mjög skrítið vegna þess að myndin er bönnuð í Kína. Hvað er hún bönnuð? Sko í fyrsta lagi þá er þetta verkföll og svona mótmæli ekki beint það sem að kínverðarnir vilja sjá og svo er lag eftir Björk í myndinni og Björk er ennþá bönnuð í Kína. Fyrir að hafa? Fyrir Tíbet. Fyrir að hafa talað fyrir frelsi í Tíbet. Og ég var bara búin að gleyma þessu en þarna, það var, við sýndum nú samt myndina í sendiráðinu í Beijing, þarna Þórir Ibsen sendiherra, tók okkur vel og þau ákveða að hafa lokaða sýningu inn í sendiráðinu af því að þau vildi, ég sagði er ekki bara best að sækjum leyfi og hann sagði já, það er nú yfirleitt þannig að við kannski fáum leyfið en svo koma þeir og segja 2 tíma áður en að sýningin hefst að það sé búið að taka leyfi tilbaka þannig að við skulum bara hafa þetta inn í sendiráðinu og þarna fengum við rosa mikið á ungum kínverskum konum og ég var bara svona eins og stjarna þegar myndið var búin. Þar voru þarna alveg með myndavélarnar og... Það var stórmerkilegt. En Halla Tómasdóttir var á jafnréttisráðstöðu í Kína um daginn. Jú. Hún hefði nú getað tekið upp mál Bjarkar að...
Já, segðu, hún hefði kannski, ég glemt að gauka því að henni sko, en ég sagði þeim eftir Þóru viljið þá ekki reyna að sína myndina akkurat þegar Halla en hún fannst það aðeins svo mikið, það var ekki diplomatísk réttleið sko. Þetta svolítið vandi að við gleymum. Við gleymum. Já, það eiginlega vandi, því við vorum að tala svona hvernig baráttan háða á það svolítið. Já. Það var hluti af því sem að vinna í gegn baráttan að við erum svo fljóta að gleyma og vera samdöina. Já. En kvennaverkfallið eða kvennafrídagurinn 1975 líklega eitt af því sem að útlendingar hafa mestan áhuga á Íslandi. Eftir að við lefðum bjórinn og eftir að sjónvarp byrja á 50-tugum, þá held ég að þetta sé það sem að útlendingar hafa raunverulega náhuga á. Það má vel vera, sko. Það náttúrulega ég náttúrulega orðið, sko, eftir að við fórum og erum búin að vera að sína myndina, þá ég búin að vera með 1,5 fullt af tölvupóstum allt árið vera að spura mig, býttu nú 50 ára afmæli, hvað ætlaði að gera? Og ég bara, sko, við vitum ekki alveg hvernig veðri verður og okkur mjög illa við að plana hlutin eitthvað svona fram í tíman. Þú verður bara að bíða og sjá og fólk getur engan skilning á þessu skipulagsleysi á okkur Íslendingum. Ég kom mér á óvart þóttu ég sé alveg upp hérna. Hvað var kynnt seint að yrði kvennavakvöld 24? Ég held að það hefur bara verið með 2 vikna fyrirvara. Já, 2 vikna og þetta bara alveg típist og ég búin að vera miklu samtali við þær og alltaf að spyrja það, ég kom með eitthvað plan en nei, svo bara kýla bara á það. Við erum svona karakterinn í íslensku þjóðin að við getum látið hlutin að gerast á stuttum tíma, þetta reddast allt saman einhvern veginn. Sem getur verið fallegt til okkur en getur líka verið hryllingur. Já, hryllingur, ég veit að það mjög áhugavert. Þú sagði það alltaf, að því að þú varst að gera þessa mynd, þá lítur að hafa verið að horfa yfir hennar tíma og vera að meta kvennabartuna. Jú. Og þú sagðir einhvern veginn svona, það alltaf bakslag. Það þannig að það sérstakt bakslag núna? Já, mér sýnist það. Ég náttúrulega ekki beint sérfræðingur í sögu. Ég að spyrja bara sem konu og listamann. Já, mér finnst það. Já, mér finnst vera bakslag og það einhvern veginn, það náttúrulega bara gegnum gangandi þessi skautun sem í gangi. Það hluta af því finnst mér. Það verið að tala hlutina svolítið niður ennþá. Þannig að og það náttúrulega alls ekki búið að lagfæra allt sem að þurft að lagfæra. Það ennþá búið að setja fram mikla kröfur varðandi ofbeldi og það hefur lítið gengið eftir. Það ekki tekið mark á því óöryggi sem að konur búa við? Nei, það virðist ekki vera. En þú gerðir aðra myndi sem að sýndi í sjónvarpinu og vakti mikla athygli, svona fólk ég veit ekki, hinsegin bara það? Réttindabaráttu, ekki hinsegin baráttu. Nei, ég veit að stríða að segja það. Vegna þess að hún endar síðasti hlutin á henni svolítið svona, liggur það að segja svona anti-woke, ég segi ekki að sé það, en svona, það eitthvað þannig að baráttan hafi farið eitthvað annað en átt að fara. Jú, það fannst okkur mörgum að ég ber nú sjálf eiginlega ábyrgð á því. Ég starfaði nú sem formaður samtakanna 78 frá 2005 til 2007 og þá vorum við svolítið að taka upp málefni transfólks af því að mér fannst bara ómögulegt að þau tilheyrðu engu. Þetta voru náttúrulega fáir einstaklingar og þá fórum við í gagngera endurskoðun á hlutverki samtakanna 78 og við létum bara færa rök fyrir því og með og móti og við sýndum mjög mikið af kvikmyndum og vorum með marga fyrirlestra og þetta var bara 2 ára vinna að kynna þetta mál og þar með fór það í gegn að transmálefni voru tekin undir hatt samtakanna. Svo 2015 að þá og 2015-16 og þá kemur upp óskum það að samtökin 78 taki BDSM undir sinn hatt og það þá væri þá líka að því að samtökin hafa alltaf verið í svona kynusla, það að segja homar og lesbjur og samkynhneigðir og transfólk að þá til þeirra bara kúltúr og menningu. Já, og þarna náttúrulega þessi BDSM samtök, það ekkert frekar samkynhneigðir eða gagnkynhneigðir voru stór hluti af því samfélagi og það var svona málefnalegur ágreiningur það hvort að BDSM hneigð væri blæti
og sem að ég var nú í þeim hópi og ég astnaðist nú til þess að reyna að stilla til friðar í þessu að því að mér fannst bara farið og hratt í þetta. Ég þekkti nú marga sem að tilheyrðu þessu í Bandaríkjunum, ég bjó í San Francisco, mjög fræga einstaklinga og en það var einhvern veginn farið yfir öll mörk og þetta var keyrt í gegn, það var svo miklu offorsi og ég skynjaði alveg, það var þarna hópur af fólki sem bara hata þetta innan samtakana 78 sem var þá meiri svona fólki í eldri kantinum þá og ég tók þetta upp og var svona að reyna að segja fariði bara aðeins rólegar í þetta, þú veist, ekki keyra þetta svona í gegn, en svo var það keyrt í gegn og það var alls konar brauð í tafli, það var smalað inn og aðalfund og þetta var urðu mjög ljót og leiðilega átök og það hefur samtökin 78 hafa ekki ennþá jafnað sig eftir þessi átök og þetta eru orðin 9 ár. Það var, kom fram í myndinni, segir maður það, þeir eru margar þættir. Já, þetta var alltaf heimild að þáttar röð kannski. Já, heimild að þáttar röðinni. Það kom fram svona svolítið að barátta homo og lesbía hefði verið svona yfirtekinn, rænd, baráttu saga okkar er orðin eitthvað allt annað en hún var. Jú. Voru margir sem að voru svona upplifðu það. Já, það var verið að hengja sig utan á þessa baráttu og svona, en það sem var náttúrulega leiðilegt að sjá var það að sko okkur hafði tekist í gegnum tíðina að fara þetta tiltölulega átakalaust, það er að segja og við notuðum pínulítið sömu aðferðir á konurnar, það var ekki þetta að vera með nefan í andlitun á fólki. Ekki þröng okkur í gegn. Já, ekki þröng okkur í gegn, ekki, þú veist, og konurnar þær voru með húmor, þú veist, það er bara það sem er gegnumgangandi í getum kvennabaráttuna á Íslandi, það er þessi húmor og fyndni og láta fólk sjá hlutina frá öðru sjónarhorni, þú veist, opna eyrun á fólki, en það var kannski að tala rauðsokkurnar og kannski svona fram yfir kvennaframbóðið. Og fram yfir kvennaframbóðin, já. Þú ert ekki að tala kannski svona feminísku bylgjurnar á þessu völd. Nei, svo feminísku bylgjurnar, það er annað, sko. Þá er aftur nefinn komin svolítið og það hefur gagnast okkur vel að fara þessa leið að vera ekki með nefan í andlitun á fólki og þarna allt í einu þá urðu umskipti og komin inn ný kynslóð og þá var bara tekin nefinn upp. Að vísu finnst mér núna alveg þau standa sem er príði sem eru starfandi hjá samtökunum og þau hafa svona, það eru aðeins beitt af með þessa að vera hamast á nefanum. En er það ekki svolítið svona hastandi krafa á þann sem er í einhverju baráttu að hann eigi bara af húmórinn og hann megi ekki vera slá tilbaka, að vera hreyta alls konar skíti í ykkur en þú mátt ekki svara tilbaka helvítis homhatarinn þótt að þú hugsið það kannski það væri þá kannski fyrir aldamót það var ekki verið að elta fólk og kalla það homhatara. En síðan þú komið kannski eftir 2010, þá er verið að kalla fólk transfóbískur og þarfandi göttunum. Já, mér finnst að vera aðeins seinna meira sér, sko. Að vísu náttúrulega voru við að díla við Gunnar í krossunum hann lengi og Mættum mikilvæg kurteisi, það er aðdáðanlegt að horfa á þættina í sjónvarpinu. Það sem hann sér bara að gera sig að fíbli. Já, það náttúrulega er best að hafa það þannig. Þú veist, það er nú málið, sko. Maður þarf ekkert alltaf að matreiða allt ofan í koka fólki. Þú veist, þeir sjá sem sjá. Þetta geima þessa þætti. Ég fyrst stundum að skoða gamla sjónvarpsþætti í Bandaríkjunum þess að Malcolm X hittir einhverja svona hvítakalla. Þá beitir hann þessu, hann er svo yfirþyrmandi kurteis að hann er eiginlega, þeir sturlast. Þetta er svona, arabarnir kunna þetta, þeir hafa svona koncept sem heitir kill your enemy with kindness. En, Þú er eitt sem þú nefnir hérna, að því að nú er ég að fá þig að því að þú ert búin að vera að skoða þessi mál og þú kannski segir að þú sett ekki sérfræðingur í þessu en þú hefur farið og skoða þetta. Eitt sem þú sagðir að fara of hratt, að það getur kallað á bakslag. Og ég hef svolítið rætt þetta til dæmis í samanburðunum á árangri af baráttu homo lesbía
annars vegar, og svo transfólk og þá er það þessast sambandi við lög og eitthvað fleira. Þá er ekki hægt að líka þessu saman. Það sem hitt gerist eins og þú ert að segja, hérna hægt og bítandi að þegar að lögin eru komin, að þá er eiginlega engin ágreiningur eftir. Nei. En það sem að gerist með hérna transréttindi, að þau koma inn og það er eins og þetta hafi aldrei farið í gegnum þessa löngu umræðu í samfélaginu sem að þarf. Já. Nú geti eitthvað sagt sem að er að berjast fyrir því að við þurfum ekki að fara í einhver langa umræðu og láta alla sættast eitthvað sem er bara réttlæti. En þú til að segja að við verðum að leyfa því einhvern veginn að fara sinn gang í samfélaginu. Já, sko, ég er stundum undrandi á því þegar þessi diplomati kemur fram í sjálfri mér. En ég hef bara séð hvað virkar og það er ekki þetta að alveg bara, þú hefur rangt fyrir þér og við ætlum að gera þetta svona. Þú veist, þetta er náttúrulega kannski eins og þær voru að gera þarna á sínum tíma, konurnar í Rauðsokkunum, það var engin það flatur strúktúr og það var alltaf rætt sér niður á einhverja niðurstöðu. Það er náttúrulega, þetta er algjörlega pirrandi og óþolandi aðferð, en þú veist, það tryggði líka það að þegar var komið að niðurstöðu þá var ekkert þekkt að segja, ok, við ættum að ræða þetta. En þetta er alveg rétt, það náttúrulega var kannski lítil umræða einmitt kynrætt sjálfræði þegar þau lög fóru í gegn og Katrín Jakobsdóttir gerði miklum sóma að koma því í gegn. En einhvern veginn, allt í einu var þetta komið og mér fannst ég ekki að hafa heyrt neina af samræði, þannig að þetta er áhugaverð pæling hjá þér. Ég vil að sammála þér, sko, en það er ekkert... Það var sagt í Bandaríkjunum sem tíma að Roe versus Wade hefði komið á snemma. Já, einmitt. Og það var þegar þú fær svona stökk þá fæðist hérna andstaðan við það. Já, það dugði nú í ansi marga áratugi. Það var fólk sem að sagði það á þeim tíma. Að þarna væru við kannski að búa til andstöðu sem að væri hættuleg. Og það var náttúrulega til að á áratugnum eftir var eiginlega byggt upp andstaða við þungunarof í Bandaríkjunum sem að síðan er hluti af bara stjórnmálaþróuninni sem við erum að sjá þar í dag. Já, þetta er svo sérstakt hvernig þú veist, þeir sem eru á móti þungunarofi eru svo líka bara mikið fyrir stríð og ég hef aldrei getað skilið þessa skiptingu. Fyrir olíuleit. Já, þú veist, það er bara, þetta er mjög sérstakt. Það er gaman að tala svona, en það er náttúrulega ekki þannig að það sé að saka þá sem að ýttu réttindum sínum fram að þeir hafi getið af sér Trump og hans hreyfingu. Nei, það held ég sé ekki. Það er ekki hægt að varpa ábyrgðinni yfir á... Það er ekki hægt að segja það. Nei. Hann kemur út úr einhverju hólu, sko. Ég bjó náttúrulega lengi í Bandaríkjunum og ég skil bara eiginlega ekki alveg hvað er í gangi, en ég bara veit það náttúrulega í minni búblu þá eru allir miður sín yfir ástandinu og við höfum orðið verið það núna með þetta Iceland Stood Still, það átt að senda hana út í mars á næsta ári á PBS og þeir þoraði ekki núna. Þeir þoraði ekki, það var bara sagt beint við okkur, við getum ekki sendt myndina út í public TV systeminu á þessum tímapunkti, af því að það er núna ætlar hann að ráðast gegn PBS og rífa það í tætlur. Og hann er búinn að leggja að stofnunum sem hafa verið að styrkja listir og kvikmyndir og rannsóknir og allt og það var hérna einn stofnun sem ég er í samstarfi aðra kvikmynd sem heitir og það er stofnun sem heitir ITVS, Independent Television Service, sem hefur stutt heimildarmyndir. Það er bara búið að loka því, sko. Og þetta er með bara ótrúlega tímar sem við erum að upplifa. Hérna frá síðan, hérna frá Íslandi, þá verður maður svolítið hissa á að andstaðan í Bandaríkjunum sé ekki meiri. Já, það er einhvern veginn eins og demokratarnir séu algjörlega máttlausir og það er mikil óánægja með hvað þeir hafa fjarlægst, kannski þetta sem þeir kalla blue collar, það er verkalýðin og þeir hafa einhvern veginn bara alveg mist taktinn. En svo er náttúrulega ýmislegt að gera, það er alltaf eins og núna ég var hérna að það er þessi baráttum borgarstjóran í New York, ég veit ekki hvort þú hefur fylgst með því, en það er stórmerkilegt, það er þarna ungur maður sem er af múslimskum ættum sem er að fara að verða borgarstjóri, myndi ég ætla. Skilgreinsins sem sósíalista? Sósíalisti og er bara, og hann er, einhver nýr demokrati kallaði hann, New Democrat og kannski er það eitthvað sem er að fara þá að breytast aftur og þessi Cuomo og hann er ekki að fara
ná að vinna hann. Hann eins og, ég sá kappræður þeirra og hann eins og tómu póki, komo. Hann bara eiginlega, ég man eftir honum hérna fyrir einhverjum árum. Jú. Hann var að ypa gogg við Trump og fyrir kjörtíðanbílum. Hann var þá ríkisstjóri. Hann var algjörlega hérna, eins og hann hafði mist trú á sjálfum sér. Já, það ótrúlegt. Sko. En Mamdani hins var í miklu stuði. Mamdani alveg rosa stuði. Brosandi og kátur og kjarkaður. Og fer út og að spyrja fólk hvað að og svona að tengjast fólkinu, þannig að kannski þetta nýtt era. Trump tók við einhverjum spurningum í gær meðan að súta því að hvort þeir eru nokkuð að þessum fundi hans við Putin og hann sagði að það var ekki og svo blandaðist fór umræðan út víðan völl eins og alltaf verið hjá honum og hann talaði með hann sem Mamdani sem kommunisti myndi vinna New York. Já. Já, það náttúrulega ekki gerða neitt greinamunur. Þetta nú svona dálítið fyndið, sko, það eins og það hérna setning í myndinu kvennafríði þar sem að það að ræða, sko, það mátti ekki heita kvennaverkfall. Það var að komast að einhverju svona kompromiss eða svona og þá sem sagt kemur hérna einn og segir ok, eða er verkfall sem að þeir eru hræddar við, akkur köllum við þetta ekki kvennafrí og svo segir einn konan í myndinu Guðrún Hælkinsdóttir segir, já, kvennaverkfall, það eru bara kommunistar sem fara í verkfall en svo er þetta þannig að myndin er núna bönnuð í Kína að því að það verður að fjalla verkfall þannig að ekki eru kommunistarnir hrifnir af verkfalli og ekki eru kapítalastarnir hrifnir af verkfalli en þess að Trump, það má ekki sína myndin í Bandaríkjunum að því að Trump allar þá bara taka allar peningan í burtu fúr þessu broadcast system hjá þeim, þessu ríkissjónvarpsbatteríi. Og þetta segir náttúrulega hvað umfjöldurefnið er umverulega eldfimt pólitískt. Það er það. Og þetta hefur verið alveg ótrúlegt ferðalag. Ég meina, ég hef fengið símtöl. Ég fekk símtöl í vor frá eitthvað þýskt númer og ég svara ekki númer en það var því að ég var nýbúnur að tala við dreifingaraðilann sem er í Þýskalandi og ég svara og þá er þetta einhver kona frá Þýskalandi og segi Hello, my name is Britt Steinau and I saw your film on the weekend and I loved it og svo sagði mér það að hún hefði ekki flogið í 20 ár en núna ætlaði hann að koma til Íslands og væri bara og þetta þyrfti að sýna í öllum skólum í Þýskalandi og ég sagði ok, þú kemur þá ringir í mig og fáum okkur kaffi og hún gerði það hún kom með dóttur sína með sér og var einhver bara læknir starfandi í smábæ sem heitir Aachen og svona hefur myndin verið að ná tökum á fólki sko. Ég held að fólk átti sig alveg á því hvað þetta er vekum mikla athygli erlendis og ef það væri fólk til þess að vakandi þetta er ekki ferðamannastofa þau eru það kveikt á þessu og það hefur bara látið verið með hópferði kvenna til þess að taka þátt í verkvallinu núna föstudaginn. Akkurat, en ég held að það hafi verið fullu vilji til þess en þú veist, það er bara þessi stuttur tími. Þetta er alltaf stuttur tími, sko, það er ekki þetta að skipuleggja en það hefur verið mjög ánægilegt að sjá að sko, utanríkisráðuneyti það hafði við með samband og þeir hafa haft leyfi til þess að sína myndina í öllu sendiráðanum núna og þetta hefur verið þannig jafnréttis ár og þeir hafa gert það og Íslandsstofa hefur líka tekið myndin upp á sína arma núna nýlega og það verður blaðamannafundur á morgun í Bíóparadís með forsetanum og það er sem sagt bara verið að nota þessa mynd sem svona útskýring á því hvernig við erum Íslendingar. Hvað ert að gera núna fyrir utan að fylgja þessum myndum eftir? Já, þetta ár hefur alveg farið með fjárhæðina því að ég hef verið að fylgja þessu eftir út allt. Ég hef ekki farið 10 ferðir á árinu. Og er ekki boðið og lifir á snittum og kampæni? Já, þetta er borga fyrir flugmiðan en allt hitt er ég að sjá en já, ég er að reyna fjármagna mynd en kvikmyndasjóður hefur reynst okkur svolítið erfiðu núna ég veit ekki alveg hvað skal segja það en ég er sérst ekki með neina fjármögnun og neina mynd í hendi og það er svolítið skrítið en ég er allavega allverulega búin að hreinsa borðið mitt því að ég er búin að klára núna ég kláraði 5 myndir á 13 mánuðum sem er aðeins svo mikið en allavega ég er ekki með neitt ég er búin að klára allt sem ég fengi styrki fyrir og hef fjármagna þannig að en ég er að vinna með Bandaríkjamanni aftur sem er að gera mynd sem að heitir My Sister-in-Law, the Prime Minister það er bara svona vinnu heiti á myndinni en Lexi sem sagt giftist íslenskri konu og hún er sem sagt
tengt fjölskylduböndum við Katrínu Jakobsdóttur. Og við svona bara óvænt fylgdum eftir hennar skrefum frá kosningum 2021 að einhverju leyti og alveg fram yfir forsetakosningar og núna ennþá erum við að fylgja þessu eftir en við erum ennþá að reyna að finna peninga í myndina og þeir eru ekki að fara að koma frá Bandaríkjunum eins og við héldum þannig að ég er búin að taka núna við framleiðslu stjórninni þar að segja delegate producer á myndinni en það verður athyglisvert af því að þar verður borin saman hvað er að gerast í pólitíkinni vestanhafs og í pólitíkinni á Íslandi. Við náttúrulega erum á mjög ótrúlegum tímum þar sem að konur virðast halda í algjörlega stjórnum taumana í samfélaginu og það er að segja við höfum spurt á því ég las bút úr ræðin hennar Aðalheiðar Bjarnfreðsdóttur þar sem hún eiginlega segir að sko konur þurfa að stjórna því að þær velja ekki vopnaskak og heimurinn löðrar í blóði eins og maður sem ég þekkti sem hafði alltaf, pabbi sagði alltaf að heimurinn er betri ef að konuna fengi að stjórna sagði hann alltaf linnulust og við höfum spurt fólk að þessu nú stjórna konur alls þar okkur breytist ekkert Já, það er bara spurning er það að breytast, þannig að við höfum alveg séð og til dæmis eins og í myndinni, bóndin og verksmiðjan að þá, þegar við erum að fylgja Ragnheiði eftir að þá eru vinstri grænir stjórnvöldin og en það er einhvern veginn gerist allt svo hægt og þau geta svo lítið hreyft sig að það kemur alveg út eins og þau hafa ekki gert neitt sem ég veit að það er nú ekki alveg málið en það tekur tíma að breyta hlutunum og það sérstaklega í pólitíkinni að vísu finnst mér þau hafa verið að Inga Sæland hefur nú komið nokkrum góðum málefnum á framfæri og breytingum varðandi þá öryrkja og þannig að vonandi er eitthvað að breytast Þetta tekur bara allt svo langan tíma. Kannski eftir við að í staðan fyrir að skamma fólki sem er að reyna að breyta ykkur að kannski að skamma það sem að þeir eru að reyna að breyta. Já, ég held að kannski það veri... Kannski er við of treg alltaf og viljum alltaf að koma ykkur hetja og breyti þessu fyrir okkur en svo eru við ansi stöð. Ansi stöð, þetta tekur allt og langan tíma og það þarf þetta bannsetta lýðræði náttúrulega. Það náttúrulega Þú veist, við höfum séð hvernig eins og Trump hefur ekki virt lýðræði í Bandaríkjunum að við þurfum náttúrulega að standast þá skoðun, finnst mér. Hrafnhildur, takk fyrir að koma hingað og til hamingju með uppskeruna þína, allar þessar myndir sem þú ert að senda frá þér. Hver annar er merkilegri. Takk fyrir. Takk fyrir. En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Maður hefur það á tilfinningunni að enn sé breytingaskeið kvenna að einhverju leyti feimnismál, að minnsta kosti hjá sumum, en samt finnst mér nú eins og mikla breytingar hafi orðið á viðhorfum og umræðu það, að verið gerðir útvarpsþættir og sjónvarpsþættir þetta tímabil. Ég var á ráðstefnu daginn og heyrði þá bara út undan mér rætt að staðall væri í bígerð sem varðar breytingaskeiðið og að mér skilst aukna ábyrgð atvinnurekenda. Og ég var forvitin, mér langaði að vita meira, veit ekki neitt, ekki meira en þið áhorfendur á þessari stundu, annað en það sem ég hef sagt núna. En það er komin viðmælandi hér á Rauðaborðinu sem getur frætt okkur þessi mál. Hún heitir Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðarás. Vertu velkomin. Takk fyrir það, Björn. Takk fyrir að bjóða mér. Ég er bara frábært að fá þig. Mér finnst þetta mjög forvitnilegt. Áður en við kannski förum í kjarnamálsins ennþá eins og ég sagði kannski einhver feimni, einhver viðkvæmni, einhverjum kreðsum fyrir því að ræða þessi mál. Já, og það fylgir þessu skömm. Það fylgir þessu skömm? Já.
og bara fullt af konum á mínum aldri sem að finna fyrir því að þetta svona, þú kemur inn í fundarherbyggi þar sem þungt loft og þetta raunverulegt dæmi og þessi vinkona mín, hún segir að ég geti ekki opna glugga og þá svona hæðnislega sagt við hana, ert þú á breytingaskeiðinu? Og það voru kynsistreinar. Já. Mitt svo til. Þannig að og auðvitað, þú veist, það ekkert rosalega mörg ár og ég meina þetta þú veist, konur á, þetta einhverjir, ég ekki sérfræðingur í þessum einkennum öllum og ég ekki hjúkrunarfræðingur eða læknir og þú veist, en ég veit að þetta eru einhver 30 mismunandi skilgreiningar á einkennum sem að konur geta verið með í, þú veist, einhverjum blöndu af og í einhverjum útfærslum, þannig að ásýndin eða ásýndin á breytingaskeiðinu alls konar. Einmitt. Og þá kviknar spurningin ekki erfitt að búið til staðalum eitthvað sem alls konar. Jú, og kannski bara áður en við förum inn í það að það ekkit rosalega mörg ár síðan að var verið að brenna konur sem létu illa að stjórn. Já. Mögulega á þessu tímabili. Einmitt. Maður svo sem þekkir sögur og af því að breytingaskeiði leggist af mismiklum þunga á konur og breytið þeim mismikið. Við kannski förum út í það. Já, þú veist, ég á þessu skeið, ég bara ekki búin að ákveða í hvað ég ætla að breytast. Ég að finna út því aðeins núna. En þetta þú veist, þetta eru einhver 30 einkenni sem að hafa verið skilgreint sem að geta verið í einhvern veginn alls konar útfærslum og formi og já, þetta mismikið álag sem að leggst á konur og bara alls ekki okkar engamál. Það varðar samfélagi allt og hefur áhrif á alla. Og hefur áhrif á getu kvenna til að starfa. Það var Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði könnun á reynslu og aðstæðan kvenna með örorku og bara á þessu ári, niðurstöðurnar koma þessu ári og þetta niðurstöðurnar leiðljós að konur á aldrinum 50 til 66 ára eru fjölmennasti hópurinn á örorku og á örorkulífeyri og stærri hluti þeirra hafði átt erfitt með að sinna vinnu vegna einkenna frá breytingaskeiði. Þannig að ég ekki að segja sétenging þarna milli en það allavega einhverjar vísbendingar það samt. Já. Og það var stelpa sem að vinna með mér að þegar við erum að tala staðalend, þýðing á breskum staðli sem að vinna með mér í því, hún gerði könnun á Íslandi í fyrra og sú könnun leiddi í ljós að 72% kvenna segja einkenni frá breytingaskeiði hafa áhrif á vinnuna þeirra. Það var rosalega stórt hlutfall og 31% hefur verið frá vinnu vegna þeirra. Langflestar 94% sögðu að vinnuveitandi hefði ekki einhvern veginn veitt í neina athygli eða haft neinn áhuga á því og það bil helmingur segir að það sé mjög erfitt að eiga samtöl þetta á vinnustaðnum. Þú veist, hvað ætlar 55 ára gömul kona að gera, þú veist, sem með rúmlega 20 og neyfumann að fara að ræða þetta við hann eða þú veist, það þarf að vera einhver dagskrá. Þannig að það ekki og svo vitum við að konur á þessum aldri þær, og ég þekki margar sem eru í toppstöðum í samfélaginu sem að hafa beinlínis annarkvort minnkað þessi vinnu eða hætt tímabundið eða alveg á þessum tíma af því að þeim tekst ekki að samræma álagið í vinnunni við það sem þær eru að glíma við. Þessi náttúrulegu einkenni sem þær eru að glíma við. Þannig að þegar ég sá að Bretarnir vinir mér í bresku staðlasamtökunum voru búnir að kalla til alla sína bestu sérfræðinga og staðlar byggja alltaf á rannsóknum og gögnum og þekkingu og allir þeirra bestu sérfræðingu voru búin að setjast hringinn í kringum borðið og sammælast það, já þetta góð leið til og þetta ramminn, rétti ramminn til að takast á við þetta. Af því að staðallinn, hann auðvitað ætlaður, eins og þú sagðir áðan, vinnuveitendum.
Þetta er ekki, af því að það er fullt af hlaðvörpum og það er fullt af ráðum og leiðbeiningum til okkar það hvað við getum verið að gera og þú veist að alveg heil síða á Facebook sem heitir bara breytingarskeið þar sem að konur eru að skiptast á og óska ráða og alls konar skiptast á upplýsingum og óska eftir leiðbeiningum og af því að það er einhvern veginn aðgengið að upplýsingum en þá bara okkar á milli sko. Svona einhver leiti. Þannig að Bretar ríða á vaðið. Þeir ríða á vaðið. En eru við þjóð númer 2 til að taka hann upp? Sko, þeir Bretarnir gera staðalinn aðgengilegan án endurgjalds hjá sér. Já. Það hafa 11.000 fyrirtæki hlaðið honum niður í dálítið mörgum löndum, í 142 löndum. Já. Og þeir telja 7 milljónir kvenna hafi notið góðs á honum. Þannig að við erum að þýða hann og taka hann upp sem íslenskan staðal. Bretarnir eru búin að vera að dreifa honum sem sínum staðli inn í önnur lönd. Ég skil. Og þú veist, þetta hefur svo sem ekkert lagalegt gildi þannig, en við erum samt að gera þetta að íslenskum staðli og þýðan. Og ég er svo heppin að ég er með 2 sjálfstætt starfandi konur með mér sem að hafa vit á málunum. Halldóra Skúladóttir er ráðgjafir sem hefur verið að sinna þessum málum. Sirrí Svöludóttir er ung rosa klár stelpa sem að þekkir þessi mál líka. Og svo hafði ég samband við gamlan sveitunga minn, Georg Brynjarsson hjá Visku stéttarfélagi. Hann tengdi mig við Katrínu Björk Ríkarsdóttur og Brynhildi Heiðar Ómarsdóttur sem eru náttúrulega skörungar þegar kemur að réttindum kvenna. Önnur búin að vera framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu og hinn kvenréttindafélagsins. Og Viska sem sagt stökk á þetta með mér, kostaði þýðinguna. Og nú erum við að fara stað inn í vinnuhóp með að taka þýðinguna og svolítið staðfarana og passa lingóðu sér rétt og þess að þar og svo gefum við hann út sem íslenskan. Og þá geta íslensk fyrirtæki farið að notfæra sér. Geta þau farið að notfæra sér eða er þetta eitthvað sem að forminu til er skylt að... Nei, það er það ekki. Þetta er valkvætt. Þetta er valkvætt. En... Eru sumir staðlar ekki valkvæðir? Það eru... Nei, já, löggjafinn bæði í Íslandi og í Evrópu og þá er ég að tala það sem við erum með innlega sem evrópska löggjöf og gera að íslenskri. Löggjafinn, bæði í Íslandi og Evrópsandi, hefur í ákveðnum undantekningatilvikum ákveðið að vísa til staðla með bindandi hætti í löggjöf. Já. Og þá eru þeir orðnir hluta löggjöfinni. En þetta eru valkvæða leiðbeiningar. Þessi staðall fyrst og fremst leiðbeiningar. Já. Þessi staðall fyrst og fremst leiðbeiningar. Og en af því að þetta er svo verðmætt vinnuafl. Konur á mínum aldri er svo verðmætt vinnuafl. Það er svo mikla reynslu og svo hafa þeir rosalega góð áhrif rannsóknir sína að eldri konur hafa mjög góð áhrif inn í vinnustaðinn. Já, á yngri. Bæði á yngri konur, þær eru leiðbeina þeim, hjálpa þeim, styðja þær, bakka þær upp, lyfta þeim upp, hjálpa þeim. En þær eru líka svo klárar í allir sem heitir inngilding, fjölbreytni, jafnrétti og þess að þar. Þannig að þær hafa rosalega góð og jákvæð áhrif inn á vinnustaði. Og svo eins og ég segi, svo bara kostar helling að skipta þeim út. Já. Þú veist, þú tapar starfskrafti sem að þekkir fyrirtækið út og inn og er búin að vera lengi, kann allt, þú veist, og allt í hennu bara farin, af því að hún ræður ekki við álægið sem að fylgir því að gera hvoru tveggja. Nei, þetta er ræðan sem ég held stundum fjölmiðlun og blaðamennsku í landinu. Já. Svo var tíðin að við byggum yfir svona hærri meðalaldri blaðamanna og mun meiri reynslu og samhengi og visku. En ég er í þínu liði þarna. Já, takk fyrir það. Og Bretarnir tala þetta að tryggja að konur fái stuðning til þess að því að þær eru detta út fyrir heldur en kallarnir, Já.
og þetta verðmætt vinnuafl sem að fara og það þarf að skipta því út og það þarf að þjálfa upp nýtt og þetta kostar allt saman dálítið mikla peninga líka. Þannig að mig langar rosalega mikið til að atvinnureikendur sjáu þá tengingu líka, sko. Ekki bara velferðina sem að felst í því að styðja við konur og halda þeim á vinnumarkaði. Látið sér ekki duga að lesa leiðbeiningarnar heldur fara eftir þeim? Já, og þessar leiðbeiningar eru, sko, þetta er bara búið að klippa þetta út í pappa og ég get farið með þér í gegnum hvað þetta er, sko. Hvað það er sem að Bretarnir eru að leggja til. Ég er einmitt að spá í hvaða röð við að hafa á þessu næst, hvort ég eigi að biðja þig að þylja upp allavega einhvern hluta af þessum 20-30 enginum sem þú myndist á að væru allavega nokkur. Segjum að bara 10 ára gömul stúlka sem að hlusta á okkur í útvarpinu. Geturðu hlaupið yfir einhver líkamleg og andleg einkenni sem að fylgja breytingaskeiðinu en eins og þú segir samt mjög ólík á milli einstaklinga? Já, og getur verið blanda, þú veist, og sumt og annað ekki. Sko, þetta getur verið svefnleysi, þreyta, liðverkir, hitakóf, kuldakóf, ef hægt að tala um kuldakóf. Breytingar á húð, hári, nöglum, þyngdarstjórnun verður erfiðari, kynlöngun hverfur, fólk fær höfuverk, það er breytingar á geði, heilaþoka, kvíðaköst. Þetta getur verið, sko, þetta kemur í alls konar myndum, sko. Einmitt, og af því að þetta er svo mismunandi þá er kannski erfiðara en ella að höndla þetta ef þetta væri sjúkdómur, ef allir verið með sömu einkenni. Sumt af þessu eru kulnunareinkenni. Kulnunareinkenni líka. Þannig að þú veist, maður velti fyrir sér hvort að það er tenging þar á milli líka, sko. Og það þarf oft ekkert eitthvað rosalega miklar breytingar til þess að koma til móts við þetta, þú veist, og ég get alveg viðurkennt það hér, ég svaf mjög illa í 2 ár og það tók mig alveg tíma að finna út úr því hvað það var og ég var alltaf þreytt, ég komst ekki, þú veist, ég bara fór í vinnuna og fór svo heim að prjóna eða voru sjónvarpið eitthvað, sko, og gerði rosalega lítið í þessi 2 ár og ég var búin að reyna allt. Og það var semst á breytingaskeiðinu? Já. Og það er þekkt einkenni, þetta að sofa illa og bara vakna á klukktíma fresti. Og maður verður bara rosa þreyttur þegar þetta er í gangi mjög langan tíma. Og sérstöku eftir önnur umræða væri kannski einhvers konar leiðsögn fyrir maka og börn og nána aðstandendur kvenna á breytingaskeiðinu. Af því að þetta er ekki okkar einkamál. Þetta varðar allt samfélagið. Já, einmitt. En við erum ekki að fara inn á heimilin hér í umræðinni þótt sannarlega sé nú full ástæða til. Við erum fyrst og fremst að einbeita okkur að atvinnureikendum núna. Svo ég meina atvinnureikendur, þetta er millistjórnendur, þú veist, og það þarf að byggja upp kúltúr í fyrirtækinu, þannig að taka þetta allir með sér heim á endanum, sko. Já, einmitt. Það flæðir yfir, vonandi. En sko, þetta snýst á ég að fara að henda mér í að sýna þér hvað staðallin er? Já, nú held ég að við séum komin að þeim punkti. Ég held að þetta sem við höfum verið að ræða hafi verið ágættur svona inngangur að því, hvað máli snýst. Já. Sko, þetta snýst að það er rándýrt að tapa þessu vinnuafli út af markaðnum. Já. Þjálfað og gott og náttúrulega alveg endalaust samviskusamar konur. Þær eiga ekki að þurfa að hrökklast heim í kulnun út af skilningsleysi. Við þurfum að byrja þar, við þurfum að skoða hvað er í gangi af því að þetta er gríðarlega verðmætur mannauður og ég meina þeir eru í þessu ástandi að sofa ekki, þú ert með höfuverk og þú ert einhvern veginn, þá er engin framleiðni eða þú veist, þetta einhver, en það hefur áhrif á alla vinnuna þína. Þú veist, þú ert ekki jafn produktífur eins og þú vilt vera og þú veist, það bara hefur mjög hamlandi áhrif. Í annan stað, þá snýst þetta að opna samtalið. Þetta er ekki einkamál þessara kvenna, þetta er mál okkar allar, þetta er samfélagslegt mál. Það ætti að vera hægt að ræða breytingaskeið í hefðbundnu starfsmannaviðtali. Það þarf að gera það. Það þarf að gera það. Og síðan er þetta, snýst þetta að tryggja viðeigandi stuðning og gera hann aðgengilega. En fólk þarf að vita líka að það getur mögulega, þú veist,
fengið stuðning við það sem það er að glíma við. Sveigjanleiki jafnvel í litlu magni getur haft mjög mikil áhrif. Hvernig sveigjanleiki þá? Bara hvernig og hvar vinnan fer fram til dæmis ef það er hægt. Það getur dregið úr streitu og komið í veg fyrir svona þessa yfirþyrmandi tilfinningu að maður ráð ekki við. Það þarf að nálgast velferð á vinnustæðinu með svona heildstæðum hætti til að auka traust. Af því að sko þetta er ekkit bara milli mín og mannauðsstjórans. Það eru bara einhvern veginn allir með í þessu. Af því að sko þetta hefur áhrif, þú veist, ef við varum að vinna saman þá hefði það áhrif á þig. Ef ég kæmi hérna ósofin í vinnuna dag eftir dag, skilur við. Og svo snýst þetta líka og þar kemur beauty við staðlaverki. Staðlarnir eru margfaldarar. Þegar við erum byrjuð að deila bestu venjum og við erum búin að finna út í hvernig best er að gera hlutina, þá verða staðlarnir svona margfaldarar á þessar frábæru hugmyndir. Af því að þeim er dreift með þeim hætti að þetta valkvætt og en ef að fólk sér ávinningin á því þá er hann svo sannarlega til staðar þar. Það eru þetta ég var norður á Akureyri síðustu helgi og fór í leikhúsið og sá verkið Elskan er ég heima. Stórkostlegt og það fjallar sko og talar svo ótrúlega vel inn í samtíman vegna þess að það bakslag sem við erum að sjá í réttindabaráttu, ekki bara kvenna heldur annara hópa líka núna. Kvenna og minnilegt hópa. Já, að þetta verksast fjallar konu sem að ákveður að það sé frábær hugmynd að hún sé heimavinnandi þrátt fyrir að vera búin að mennta sig. Hún vill bara vera heima að hugsa manninn sinn í svona einhverju svona 50s fantasíu. Og þetta er náttúrulega bara getur ekki farið vel. Og kannski eigna sem flest börn. Nei, þau voru reyndar ekki komið þangað. En þetta er sko, þetta tala breytingaskeiðið er hluti af þessu samt vegna þess að breytarnir tala að þetta sé seinna glerþakið sem að þurfi að komast í gegnum núna. Fyrra glerþakið var sem sagt bara að konur séu í stjórnunarstöðum og fá jafnhá laun fyrir jafnverðum vinnu og þess að þar. Þetta er seinna breytingaskeiði sem að þú veist þessi náttúrulega þetta náttúrulega hvað ég að segja álag sem legtar á okkur á þessum aldri að við þurfum einhvern veginn að komast upp úr því að við viljum gjarnan halda áfram að vinna og við viljum láta gott á okkur leið, við viljum gera vel. Þannig að þetta er einhvern veginn jú, það er hægt að segja að þú veist á Íslandi þá höfum við það gott í þú veist samanburði við stríðshrjáðlönd eða aðra menningarheima en það er auðvitað ekki rétt að viðmið og ennþá er það þannig að konur hafa síðri aðgang að stjórnunarstöðum heldur en kallar og sérstaklega eldri konur. Það er bara, þetta er bara ert á túr það er þessi stemming sko. En og svo eru þetta bara eins og sagði sko, kynsisturnar hvað það breytingarskeið eða Kópavogsmódelið í leikskólamálanum það sem að beinlínis rekur ungar konur heim. Það er svo margt í þessu í gangi núna og ef við horfum síðan á þennan eldri hópa þá er það staðreynd að konur hætta fyrir að vinna heldur en kallar. Þær fá síður stjórnunarstöður og ekki stuðning til þess að halda áfram að vinna á sama tíma og þær eru að glíma við geta verið mjög flókin einkenni sko. Þetta samhengi er ágætt að ræða. Já, en ef við horfum bara á staðalinn sjálfan að þá er hann auðvitað byggður upp eins og staðlar eru gjarnan. Byrjum á skilgreiningum. Það er bara hvað er hvað. Við þurfum að vera allir sömu blaðsíðu til þess að geta bara byrja að tala saman þetta. Þannig að það byrjaði á skilgreiningum, svo er talað að það þurfi vitundavakningu. Við verðum bara að geta talað þessa hluti og þú veist líka gömlu kallarnir sem eru búinir að spyrja í gegnum tíðina hvað ert á túr? Eins og kom fyrir mig
einu sinni þegar ég var að vinna nýr þingi. Það bara fyrirhundi ráðherra sem að ofsalega þykir ofsalega skemmtilegur og eftirsóttur í hrútaklúbana. Að ég var á leiðinni heim úr vinnunni með ælupest og þá fekk ég þessa spurningu. Bara ég þarf að fara heim og var að útskýra fyrir honum hver tæki við verkefninu sem að þurfti að vinna fyrir hann og þá fekk ég þetta. Ert á túr og ég var svo hissa, ég átti ekki til eitt einasta ára. Og það ekkert mjög mörg ár síðan? Nei. Og með því hann að setja þig á einhvern bás? Já, og bara þú veist, þetta kemur fyrir okkur allar, sko. Já. Þannig að þessna er svo mikilvægt að tala þetta eðlilegt og það á ekki að fylgja þessu skömm. Eins og hefur gerst sko í ár og áratugi hér og undan. Og bara einhvern veginn, þú veist, öll þessi kvennamál, það sen. Ég hef kannski verið aðeins og bjartsýnn í eingangsorðanum að ég held að þetta væri kannski komið aðeins lengra heldur en þú ert að tala. Það gerist reyndar held ég hratt, en svo hefur maður áhyggjur af þessu bakslægi í bara réttindamálum almennt, að þetta bara það undir þeim hatti líka, sko. Já. Þannig að þess vegna legg ég gríðarlega mikla áherslu að við tölum bara þetta, þetta bara svona og það þarf ekki að skammast þín fyrir það. Við stjórnum þess ekki, sko. Nei. Sko, svo líka eitthvað til sem heitir breytingaskeið karla. Já. En það fer mildar í höndum karla að jafnaði en konur ekki satt. Ég bara veit það ekki. Nei. En gott minnast á það, af því að ég held að sko, það alveg tímabært að tala það líka, sko. Já. Og Við gröfum undan okkar eigin eitruðu karlmennsku. Já, maður hefur heyrt. Það er vondhugmynd. Maður hefur heyrt að menn sé sko jafnvel að ná sér í testosterón með sko ólöglegum hætti. Þeir þóru ekki að fara til læknis? Já, ég veit svoleiðis dæmi, sko. Og Þannig að skömmin nær ekki síður í þá áttina. Nei, af því að þetta einhvern veginn, þú veist, þetta kyngetan og þetta tengist þessu maskjólin, held ég. Ég veit ekki, ég ekki sálfræðingur. Nei. En við höldum að sáfram í staðalinn, byrjum á skilgreina og svo talaðum við fyrir vitundavakningu af því að við þurfum að skilja hverja gangi til að forðast að draga rangar ályktanir eða ályktanir af röngum upplýsingum eða einhverjum stereotypum sem eru fastar í hausnum á einhverju skekkju sem við vitum ekki þar. Það þarf að setja sér stefnur og verklagsreglur. Við þurfum að ákveða og skilja hvert við erum að fara og það þarf að vera til skrifilegt þannig að sé hægt að miðlægi líka þannig að fólk skilji að séu allir á sömu blaðsíðu af því að þetta snýst það, þetta er okkar sameiginlega verkefni. Já. Svo er hægt að fara í alls konar ráðstafanir á vinnustaðnum sjálfum og það er bara svona fysiskt eins og til dæmis bara loftræsting og hitastýring, hvíldar- og salernisaðstaða þar sem að það á við. Það getur verið óbúslega óþægilegt að vinna í sterkri lykt, hvort sem að það er matarlykt eða kemísk efni eða eitthvað leys það svona, það hefur áhrif á skynjunina. Íkist sumt og margfaldast svona. Já. Og þú veist, það þarf að vera aðgengja köldu vatni og þeir sem þurfa að sitja lengi á sama stað, þú veist, á einhverjum bás, ég sé alltaf fyrir mig landamæraeftirlit, ég veit ekki af hverju, og þú veist, þú verið einkennisfatnaði líka, þú veist, þetta þarf að vera þægilegt úr náttúrulegum efnum, teginlegt, þarft að geta staðið upp öðru hvoru og þarft að geta mögulega þarft að geta bara komist í sturtu, sko, af því að þetta hitakóf er bara, það getur verið bara mjög erfitt og þaltinu voru bara rennandi blautur að svita. Og geta komið jafnvel oft á sólarhringa? Já, öllum tímum, sko. Alveg alls konar, oft á nóttunni. Já, en það er svona síður vandamál samstarfsmanna og atvinnureikanda ef það gerist á nóttunni eða hvað. En þá hefur það áhrif á svefninu eins og þú segir. Þá getur það áhrif á svefninu, sko. En þú veist, þessi einkennisfatnaður og persónlífar ef fólk þarf að vera með hanska, grímur heilbrigðisstarfsfólkið, sko. Reyna að passa þetta passi.
Þannig að það má líka hugsa til svona þessa þar sem að fólk á ekki sitt skrifborð. Ef að fólki mjög heitt þá vill það mögulega sitja á glugga. Þannig að þetta bara algjört smotteri og smáatriði. En ofsalega mikilvægt að hugsa það til þess að reyna að passa upp á að fólki líði betur. Og menna, þú veist, situr í þú veist, og ert að svitna og þú veist, maður allir einhvern veginn drútinn og asnalegur, þú veist, sita á plaststólum til dæmis, þú veist, það bara ekki gott. Nei. Þannig að passa upp á sig og glugga til það sem að sólin skín inn og þú veist, þetta eru þessir hlutir og þú veist, þetta kostar yfirleitt ekki mikið. Yfirleitt þarf bara að hugsa það og ákveða hvernig maður ætlar að gera það, sko. Það líka hægt að nefna vinnustað menninguna, hún þarf að styðja við stefnuna. Það getur þurft að augra með opnum hætti svona menningarlegum fordómum, skulum við segja. Og smánun sem að grefur undan verðmætu vinnuframlegi. Þannig að það þarf algjörlega að útrýma öllu sem heitir smánun, einelti, ásakanir, háð, höfnun, vandamálavæðing eða sjúkdómavæðing, alltaf eitthvað vesen á þessari, þú veist. Þurfum að útrýma þessu, þetta má ekki vera til, af því að þetta grefur undan menningunni sem að við verðum að búa til þess að styðja við og halda þessu fólki inn á vinnustæðinu. Og þarna hægt að líka, eða þarf auðvitað að skilgreina ábyrgð á, hver ber ábyrgð á þessu, þetta eru millistjórnendur sem eru að taka sína hópa undir sinn vendavæng og stundum þarf bara að tryggja einhvers sérúrræði ef að einkennin eru þannig að þau eru alvarleg, þú veist, og sveigjanleiki á vinnutíma, mæta aðeins seinna á morgnana og fara þá seinna á daginn, eða mæta fyrir og fara fyrir, þú veist. Þetta eru svona hlutir sem að oftast hægt að koma við án þess að sé eitthvað vesen, Og það verði sem sagt menning vinnustaðarins að konur á breytingaskeiði fái örlítið meira svigrum heldur en aðrir kannski hópar vinnuaflsins. Já. Snýstu það. Svigrum og stuðning og eins og ég segi, þú þarf að vera einkennisvatnaði að þetta sé ekki einhvern veginn nýþröngt og úr gerfiefnum sem að maður svitnar í, þú veist. Og að því að þú ert að tala um þetta mögulega sveigjanleika á vinnutíma, hönnun minnunar sjálfurar skiptir greiðlega miklu máli þarna líka og bara skoða ferlana þú veist, athuga þú veist, og í raun og veru bara spyrja konur hvað hendar þér að gera. Þú veist, viltu taka matatíman þinn og splitta honum í þrennt og taka styttri pásur einhverstaðar inn á milli? Hendar það? Af því að eins og ég segi, konur það er yfirleitt ekki að leita sér einhverjum afsláttum, Þær vilja bara geta haldið áfram að vinna. Allavega það sem ég þekki. Og eins og ég segi, eiga samtölun það hvernig starfsmaðurinn sjálfur sér fyrir sér að hendi honum að leysa málin. Ekkert endilega gera ráð fyrir að fólk vilji bara vera að vinna heima eða þú veist, eitthvað svoleiðis, Ég þekki líka fólk sem vil bara koma í vinnuna, Þannig að aðlaga þessi hlutverk þú sér fyrir fólk sem er í miklum beinum samskiptum við viðskiptavinni, móttökuritarar eða í símaveri eða eitthvað svoleiðis, þú veist, það getur þurft bara aðeins að stíga út úr aðstæðunum og koma svo inn aftur, bara til að aðeins að ná sér. Þannig að breytingar og vakta fyrir komlega þess að þannig að þetta er bara alls konar, þetta eru samt litlir hlutir. Og svo fæ ég stundir spurninguna, en er þetta ekki bara fyrir stóru fyrirtækin? Er þetta ekki bara fyrir Marel? Eða hið opinbera. Er það ekki, er ekki líkur á að þarna getur orðið gat á milli einkamarkaðarins og eins opinbera og einmitt á stór fyrirtækjana og svona? Þessi stað er búin þannig til að það getur hver sem er notaðan og það eru flesti staðlar þannig þá fólk haldi að þeir séu bara fyrir stóru fyrirtækin. Ég er að reka vinnustað með þess að við erum 8 núna í 6,7 stöðugildum og ég er með votta geðastjórnunarkerfi. Það er æðislegt. Og það er ekki eitthvað opaslega mikil skriffinnska
að því að við hönnuðum kerfið þannig að það vinnur fyrir okkur en ekki við fyrir það. Nei. Og þetta það sama að hér í raun og veru bara byrjað á þeim staða sem fyrirtækið Þessi staðall, hann inniheldur alls konar lesefni, hann inniheldur verkvarakistur fyrir mannustjóra og millistjórnendur og yfirmann um það hvernig þú tekur trúnaðarsamtalið. Já. Þú sem yfirmaður, bara, þú veist, kona að verða 50 eða pluss eitthvað og bara setja þetta á dagskrá. Þú veist, er allt í lagi, er eitthvað sem við getum gert til að styðja við og og þarna eru alveg sko langir spurningalista, beinar spurningar líðan og upplifun á vinnustæðnum og þannig að þetta svona, það er eiginlega búið að klippa þetta út í pappa. Og svo er hann líka gátlistar innra mat á því hvar vinnustæðurinn stattur og þar byrja menn bara. Þú veist, bara tekur hann lista og ferði gegnum hann og bara, hvar erum við stödd hérna og við byrjum bara þar og við byrjum bara smátt. Og við finnum út hverja þarfinir eru og þú veist, og svo bara, eins og ég segi, búið að klippa út í pappa leiðbeiningar það hvað maður getur gert til að styðja við, en mikilvægast samt bara að eiga þetta samtal. Já. Og bara, þú veist, hvað vilt þú gera til þess að, þú veist, hvaða breytingar vilt þú gera á vinnunniðinni til þess að þú getur haldið áfram? Af því að við viljum halda þessu fólki inni. Ógeðslega verðmætt. Ég er með eina gagnrýna spurningu núna. Ég held að flestir séu sammála mikilvægi þess að þessar breytingar eigi sér stað. En öllum breytingum geta fylgt einhverjir fylgifiskar. Ég er aðeins að velta því fyrir mig núna hvort svo staða gæti komið upp að einhverjir atvinnureikendur í stað þess að sjá fram á vesennið, eins og einhverjir myndu segja, sem fylgir breytingaskeiði kvenna, að þá sé nú kannski bara best að vera ekkert með þennan hóp á atvinnumarkaði. Já, það kann að vera að einhverjir hugsaða þannig, en það eru þetta bara mjög alvarlegt inngrip inn í réttindi kvenna. Þú veist, til að byrja með. Já. En svo spyr ég, ef að þú ert búin að vera með konur í vinnu sem að þú ert búin að þjálfa upp svo árum skiptir og konur eru yfirleitt mjög samviskusamar. Þær hafa, eins og ég sagði, ofsalega góð áhrif inn á vinnustæðin. Það er bara verið að fleygja auðlindum. Já. Það er bara verið að reka auðlindir heim. Já, þú heldur kannski að þú veist að spara þér vesenin í raun þá ert að skapa þér Ég held að þetta kosti bara fullt af peningum. Já, pluss það. Þannig að þú veist, þú ert með manneski vinnu sem að kann og skilur og veit og bara, þú veist, getur haldið áfram. Þetta er bara svona eins og taka eitthvað hlut úr bíl, þú veist, sem að virkar og setja eitthvað annað í staðin og hann á eftir að móta staðis, þú veist, til þess að einhvern veginn fara að virka. Ég held að atvinnureikendur sé ekki þarna. Nei. Þú veist, kannski gömlu kallarnir eitthvað, gömlu ráðarnir, en ég held að almennt sé það ekki svo. En hvað vitum við reynslu heim kvenna fyrr á tímum? Vitum við ekki neitt? Var þetta bara, er eiginlega ekkert til á heimildum? Var þetta svo mikið tabú að við vitum bara ekkert hvernig konur tókst á við þetta, því að ég meina við þurfum ekki að fara mjög langt aftur í Íslandssögunni til þess að átta okkur því að íslenska konur bara hér í bændasamfélaginu á Íslandi þær hafa sannlega ekki fengið millimetra afslátt á þessu æviskeiði. Nei, eins og ég sagði einnig upphafi, sko, það er ekkert rosalega mörg ár síðan við vorum að brenna óþægilegar konur, sko. Þú veist, ég bara Massachusetts í Bandaríkjunum, Salem, norðna brennurnar, þar voru bara rétt fyrir 1700. Í Evrópu voru við þá að brenna konur bara mið 18. öldina, sko, sem voru bara taldar nornir af því að þær voru óþægilegar. Þetta er bara það. Þannig að, sko, þegar þú segir fyrr á öldum, þá, þú veist, það er ekkert hægt að fara nýtt rosalega langt aftur til þess að reyna átt að segja hvort það var eitthvað. Það var ekkert þarna, miði 18. öldina. Þannig að
Ég veit ekki, ég ekki sakfræðingur, sko. Nei. Það að reyna að standa í lappirnar gegn þessum rosalegu líkamlegu inngripum sem eiga sér stað, það hefur væntanlega alla tíð reynst kvenfólki ansi snúið, þótt að sé misnúið eftir einstaklingum. Þetta eru alveg áskoranir og eins og ég segi, sko, á sama tíma og á sama tíma og þú veist, það er bara fullt annað í gangi, það er verið að koma, þú veist, börnunum út í lífið, það er að koma barnabörn og þú veist, svona, tölum við fjölskyldulífið og svo er bara fullt af konum sem að sinna vinnunni sinni alveg ofsalega vel og vilja gera það áfram, en það eru vissulega talsverðar áskoranir sem að felast í því að gera það ósofið eins og árum skiptir, sko. Og þær eru ansi margar sligaðar íslenskar ofurkonur, sko. Já. Það er bara þannig. Og ég væri alveg til í að einhver skoðaði, sko, tenginguna á milli þessa og kulnunar. Já. Og svo eins ég sagði áðan að konur á aldrinu 50 til 66 ára held ég, eru stærsti hópurinn sem að þykkur örorkulífeyri. Og meiri hluti þeirra hefur segir í könnun félagsvísindastofnunar að hann hafi átt erfitt með að samræma vinnuna og svo álagið sem að fylgir þessu. Þannig að, en eins og ég segi, sko, nú erum við komið með verkfæri, við erum komið í alvöru verkfæri sem er búið til á sérfræðingum og þetta er alveg state of the art, þetta er alveg bestu venjur þeirra allra bestu og þú mátt ráða hvar þú byrjar. Þú veist, þú bara tekur miðað í hvar fyrirtæki þitt er statt þá stundina og þú veist, og svo byrjar maður bara þar og byrjar bara smátt og svo bætir maður smám saman við og þú veist, og eins og ég segi, það er ekki eins og sé verið að umturna öllu. Nei. Þetta kostar minna heldur en laxveiðin. Já, en þetta er forvitnilegt og ég man sko hvað ég var hissa þegar ég heyrði þetta á ráðstefninu daginn að mér finnst þetta spennandi, nýstarlegt, en ég var hissa og það segir einhverja sögu, sko. Já. Hvað ég var hissa þá, en núna er ég miklu minna hissa. En ég get líka sagt þér að, sko, nú hitt ég alls konar fólk og þú veist, margir forvitnir og byrju, hvað felst í þessu staðlaráð eitthvað, þú veist, þetta er svona eitthvað ógagsætt og fólk er svona bara hvað er þetta? Og ég er nú farin að segja fólki bara, ég sé að passa meðan það sefur á nóttunni, þú veist, þetta er bara öryggi og heilsuvernd og hvað heitir allt saman. En svo þú veist, svo nefnir maður dæmi og það er bara eins og til dæmis þetta, því það eru svo margir sem halda staðlar sig einhvern veginn bara ofsalega tæknilegir og varði bara stál og steypu og grundun húsa og eitthvað, þolhönnun mannvirkja og þú veist hvað þetta heitir allt saman. En svo er bara alveg fullt af alls konar svona samfélagslegum, ógeðslega mikilvægum stöðlum sem að snúast bara okkar velferð og veljan. Og það er ekki bara þessi. Á morgun erum við stóran kynningafund út á Natúrahótelinu fyrir stjórnendur í heilbrigðiskerfinu því að við vorum að þýða nýjan staðal gæða stjórnun heilbrigðisstofnana. Alþjóðlegu staðal hefur vakið mikla athygli. Bretarnir vinir mínir eru með í bígerð og ætla að gefa út miðjan nóvember staðal sem að varðar forvarnir gegn sjálfsvígum. Svoleiðis að það er alveg fullt sem að snýr bara að okkar daglega lífi, velferð, heilsu og vellíðan. Sem að er æðislegt. Sem er æðislegt, en við lifum líka á tímum þar sem að er svolítið verið að grafa undan reglugerða fargani og íþingjandi tilskipunum og öllu því og það er svona einhver tónn hjá sumum í samfélaginu að við ættum svona að kíkja meira til vilda vestursins sem fyrirmyndar. En Björn, það er líka að tala að íslensk fyrirtæki framleiði ekki nóg. Framleiðni hér á landi sé lítil. Staðlar stuðlaukinu framleiðni. Það er talað að þú veist, okkur vanti sérfræðinga.
og það þarf bara að vera aðgengi að ég man ekki hvað samtöku iðnaðarins voru að nefna þetta ekkert á þessu áriði fyrra vantaði svo mikið aðgengi að sérfræðingum. Staðlar eru aðgengi að sérfræðingum. Sérfræðingar hafa skrifað og þetta eru verkfæri sem að fólk getur tekið af því að yfirleitt er þetta valkvætt. Þetta eru verkfæri sem að stjórnendur í atvinnulífinu getur tekið og fyllt og er ígildi þess að hafa fengið stjórnanda til þess að gefa sér góð ráð. En þú þekkir þessa stemningu, mín fáviska er jafn rétt á þinni visku. Já, þú veist, og það er auðvitað bara, en svo er bara því miður ótrúlega rík stemming. Ef við hættum að tala um breytingaskeiði og förum bara almennt að tala um, það hvernig hlutirnir gerast, kaupin gerast að erinni. Svona rétt í lokinu, það var gaman. Sko, það er til fullt af stöðlum sem að segja til bara til dæmis það hvernig maður byggir hús. Og því miður þá hefur svolítið verið kallað eftir afsláttum á alls konar hlutum og eins og við þekkjum hafa byggingarstjórar mannvirkja sjálfur haft eftirlit með byggingu mannvirkisins. Þetta oft verktakarnir sjálfur. Þannig að menn eru svolítið bara að hafa eftirlit með sjálfum sér. Og þetta, þú veist, ég þekki, á þess að ég segi eitthvað, ætla ekki að fara að nefna einhver sérstök dæmi, ég þekki mörg dæmi þess að menn eru ekki að fylgja kröfum í stöðlum. Miklu heimsmetin. Eins og þeir eiga að vera að gera, jafnvel lögum samkvæmt. Miklu heimsmetin. Já, og það er fleira heldur en það. Já. Og eftirlitið hefur verið veikt svo mikið að það nær þess ekki. Þannig að það var eiginlega pólitísk ákvörðun í alvörunni að hafa þetta svona. Það var pólitísk ákvörðun að veikja eftirlitið til þess að tryggja að menn geti bara í raun og veru fúskað. Það er bara þannig. Já, það er verið að endurskoða byggingarreglugerðina, ég voru að fundin í HMS bara fyrir þetta og þar er verið að styrkja þetta aftur. Þannig að við erum, en þú veist, pældi í því, það er samt bara í alvörunni, það er ekki verið, hafa ekki verið gerða kröfur til einyrkja, iðnaðarmanna eða iðnmeistara og atvinnuréttindi þeirra hafa bara trompað líf og heilsu okkar hinna. Og það er pólitísk ákvörðun. Þetta er náttúrulega bara rugl. Þannig að ég segi, notfærið ykkur þessi verkfæri og þú veist, við eigum að gera það af því að þannig búum við til meiri gæði, við tryggjum meiri neytendavernd, við tryggjum að hlutinni virki, við tryggjum meiri framleiðni og svo framvegis. Þannig að ég er ekkert að rugla neitt, sko. Nei. Og bara rannsóknir sem að liggja fyrir allt þetta. Þannig að þessi staðall stuðning atvinnurekanda við konur og breytingaskeiði er bara enn eitt verkfærið af þessum 70.000 sem ég á í staðlabúðinni. Og varða allt mögulegt milli heims og jarðar. Og það að festa í form visku sérfræðingana á við að byggja hús líkt og líðan kvenna á breytingaskeiði á vinnustöðum. Og umhverfisstjórnun og eignar- og viðhaldsstjórnun og bara nefndu jafnlaunakerfið. Ljómandi. Heyrðu, búið að vera fræðandi, áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig. Helga Sigrún Harðardóttir, framkvæmdastjóri Staðlaráðs, takk fyrir að koma og ræða þetta mál. Ég veit miklu meira núna og vonandi hlustendur og áhorfendur einnig. Takk fyrir það, Björn. Kærlega. Ekki fara langt, nýr kafli eftir andartak. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, herðu, þá ætlum við að
reyna að fá svar við svona spurningu sem að oft poppar upp og sérstaklega þegar fólk að tala Vogue og anti-Vogue og allt þetta. Að það þá kemur fram fullyrðingin að það séu bara til 2 líffræðileg kyn. Og til að svara þessu hvort að svo sé hingað komin Arnar Pálsson sem prófessor í lífeðlisfræði við Háskóla Íslands. Þú ert velkomin. Takk fyrir. Þú hefur heyrt þessa umræðu að það séu bara 2 líffræðileg kyn? Ég hef svona aðeins orðið var við þetta, já. Og svo að það séu bara 2 líffræðileg kyn? Já, þetta svona eins og margt í náttúrunni, það flóknar en það kennt í 6 ára bekk. Já og nei. Já, eiginlega svona. En það algengt að horfa á 2 kyn hjá flestum kynæxlandi lífverum og dýrum en bara eins og allir dagar eru ólíkir og allar nætur eru ólíkar þá eru kynin líka ólík og það eru svona millistig sem við þekkjum sem eru bara raunverulegir einstaklingar sem rétt á sér og það að segja að kynin sé bara 2 það er svona eiginlega afneita þeim veruleika. Að það sé rökkur á milli dags og nætur? Já, ef við notum þá líkingu það er alltaf það er dagmál og það er kvöldstund og ýmislegt sem er á milli þessum við þekkjum sem nótt og dag og alveg eins eru þá einstaklingar sem eru með blöndu af kyneinkennum eða kynhneigð og líkamlegum ytri einkennum eða innri og þá svona fáum við fólk af milli kyni eða með órætt kyni eða eitthvað slíkt sem eru bara raunverulegir einstaklingar. Þannig að því að þú ert að skoða náttúruna og tala máli hennar. Lítar þessi umræða kannski það að við séum að tróða svona hugmyndalegri tvíhyggju upp á náttúruna sem er kannski miklu flóknara fyrirbrigði en... Já, við náttúrulega gerum bara mjög mikið af því svona sem verur. Við erum náttúrulega þetta svona svarta, hvíta, dagur og nótt, gott, illt. Þetta er eitthvað svona sem að maðurinn hefur notað mjög oft og svona til þess að reyna að ná taki á veröldinni í kringum sig. En náttúrulega við meðum ekki láta svona einfalda sem tvíhyggju eða svona tungumáli njörfa okkur niður. Við erum að reyna að skilja veröldina, heiminn, náttúruna fjölbreytileikar manna á meðal eða dýra á meðal, bara eins og hann er sko. En þegar menn segir þetta, að það sé bara 2 líffræðileg kyn, þá eru menn eiginlega að vísa til þess að í líffræðinni og þar með í náttúrunni séu bara 2 kyn og þess vegna sé eiginlega fráleitt að ganga út frá því að sé annað. Þannig að þeir eru eiginlega að draga náttúruna sér til vitnis. Já, það er svona... Þeir eru ekki að segja sko tvíhyggjan hefur reynst okkur vel og við ætlum að halda okkur í tvíhyggjunni. Það er ekki verið að segja það. Nei, það er náttúrulega, fólk náttúrulega byggir á ýmis konar forsendum sem að kannski viðurkennir ekki fyrir sjálfum sér og það allt saman. En ég er svona skrifað dálítið þetta. Ég er sem sagt líffræðingur í grunninn og rannsaka þróun lífvera og ýmislegt og hann Jón Gunnar Þorsteinsson á Vísindavefnum sendir svona ýmis konar spurningar sem að komu frá Íslendingum um þessi mál. Og ég er sem sagt síðasta vetur aðalega var að skrifa ýmis konar pistla fyrir Vísindavefinn það og þá svona bara hvað er kynæxlun. Það sem við tölum sem kyn er eiginlega bara svona ein útgáfa af sem sagt kynæxlunar nálgun meðal heilkjörnunga og heilkjörnungar eru bara einfruma dýr eða lífverur og það eru sveppir, blóm og við og öll hinn dýrin alveg frá svömpum upp í marglittur og menn sko. Allt kvikt. Já, allt kvikt sko. En síðan eru það bakteríurnar og einhverja sem heita arkefur sem eru svona annar hópur einfrumunga sem eru ekki með kjarna. Þeir stunda kynlausa fjölgun. Þeir bara eftirmynda erfðaefni sitt og búa til nýjan einstakling. En síðan þegar heilkjörnungarnir sem við þuldum upp áðan en urðu til, þá einhvern veginn var til kynæxlun samhliða því og þá er það þannig að þú ert einhver amaba, hittir aðra amabu, þið ákveðið að búa til nýjan einstakling, einhvern veginn, ákveður amaban það, að þær amabunar ákveða það. En þá búið til nýjan einstakling en ákveða að setja báðar inn erfðaefni ykkar í einstaklingin. Sem er eitthvað sem er líka pingulítið undarlegt sko, ákveða að eyða orku í að búa til nýjan einstakling og setja sem bara helmingina genónuðinum í hann sem er svona, þetta kallar sko ráðgátan kynæxlun og félagi minn Snæbjörn Pálsson hefur skrifað þetta á íslensku ágætan bókakafla sko og þá er það bara þannig
En af hverju ætti þetta að vera ávinningur í það að stunda kynæxlun ef þú setur bara helmingina genuninu inn, af því að leið og þú býr til nýjan einstakling og setur öll genin inn, þá ertu með 50% ávinning á systurinnu sem að stundar kynæxlun. Nú er ég ekki amaba, en maður gæti hugsa að það væri kannski lífvænlegra að setja bara helmingin og helmingin að móta ykkur öðrum, að þannig myndi ég duga lengur heldur en að ég væri alltaf bara að framkalla sjálf á mig. Já, ég meina það svona, fólk er sett ýmis konar líkön upp, sko, það sem við sjáum í heilkjörnungana er það að leið og lífverur hætta stunda kynæxlun og fara yfir í kynlausæxlun, þá svona, eru það á svona þróunarfræðilegu öngstræti. Þeir hópar hafa tilhneigingu til þess að deyja út. Þannig að þeir þá þróast hægar eða get ekki brugðist við aðstæðum eitthvað svoleiðis. Og þetta veit amaban. Hvað veit amaban? Það er einhvern veginn svona innbyggt í þeirra system að stunda kynæxlunina, því að það er annarkvæmt lengri tíma eða líklega einhver annar skemmri tíma ávinningur sem við reyndar að vitum ekki almennilega hver er. Það er einhver skemmri tíma ávinningur á því að stunda kynæxlunina. En það er síðan náttúrulega bara kynæxlun eitthvað sem er þá bara mjög útbreitt og síðan er alls konar tilbrigði við það. Meðal amabana og einhverja sveppategunda, mjög mikil fjölbreytileiki meðal sveppa. Þú séð ekki svona, já þetta er karlsveppur, þetta er kvensveppur út í náttúrunni. Þú ert með brauðger, sér ekkert hvort að brauðger sé karlkyns eða kvenkins. En er það? Þeir eru með eitthvað sem heitir mökunargerðir. Þannig að frumeindir eru bara allar eins, líta allar eins út. Það er bara veltur í þeirra tilfelli á einu geni hvaða típur eru. Brauðgerið er með 2 gerðir, bara svona kalla mökunargerðir. Í öðrum sveppum þá getur verið 3 gerðir, 10 gerðir, 20 metið, ég man ekki nafnið, latneska nafnið, en það er sem sagt tegund með uppundi 20.000 mökunargerðir. Sem þýðir sem sagt, ef við kíkjum á dæmi með 3, þá getur sem sagt A makast við B og C, B getur makast við A og C og C við hina 2. Þannig að það er svona fleiri möguleikar að stunda kynæxlun og mökun. En á móti kemur það er allir anatómist eins og þetta snýst bara að sameina erfðaefnin og búið til nýtt afkvæmi, sko. En þannig að það er heilmikið svona tilbrigði í náttúrunum með þess að bara hvernig eru kynfrumur þeinar, hvernig stundar kynæxlunina, það að kynin sé einhvern veginn ólíki útliti eins og við erum kannski vön meðal manna, það er ekkert endilega normið yfir allt dýraríkið eða lífríkið. En þá getur eitthvað sagt, það má vel vera að sveppirnir geti valið sér kyn, en það á ekki við spendýrin. Og það er þannig að kall getur ekki þóst vera kona og búið til nýjan einstakling með öðrum kalli. Nei, það er náttúrulega í dýraríkinu, við hoppum úr heilkjörnungunum inn í dýraríki, þá er náttúrulega heilmikil mósaík einnig. Jú, 2 kyn eru algengust, en það er líka til það sem var talað í gamla daga sem tvítóla, en eitthvað niðrandi hugtak. Það eru þá einstaklingar sem eru með kynæxlunarfæri kall og kvendýrs, geta framleitt egg og sæði, og þetta er reyndar eitthvað sem er algengt í ákveðnum hópum, sérstaklega þar sem að tegundir sem eru mjög sjaldgæfar og það er ólíklegt að hitta annan maka og það er svona botnsjávarlífverur oft tekna sem dæmi, af því að ef þú ert einhver svona krabbi eða eitthvað sníill og skriður á botninum og líkurnar að þú hittir annan meðlim þinna tegundar eru bara hverfandi, þá er bara mjög sniðugt að allir einstaklingarnir séu bara með bæði apparödd. Þannig að ef þú skildir rekast á einhvern af þinni tegund, þá getur allavega stundað business. Þannig að það að vera með báðar gerðar kynæxlunarfærum, dæmi sem tökum oft er líka Nemo úr Disney og Pixar teiknimyndinni, og þá er það þessir trúðafiskar sem búa í svona sæfíbli saman, sko. Það er þetta hópur sem býr saman og þá er það þannig að stærsti fiskurinn er kvenkyns, næststærsti fiskurinn er karlkyns og hinir eru
sem sagt Þrákuða. eru óákveðnir, kynþroska þeirra er haldið niðri. Ef að stóri fiskurinn, hún, ættmóðurinn, fellur frá, þá þroskast kallinn yfir í kvenfisk. Og einhver af hinum yfir í kall. Og einhver af hinum yfir í kall. Og það er slatti af dæmum þetta sérstaklega með fiska, þar sem að þeir byrja á einu kyn og svissa yfir í hitt. Og bæði það byrja sem kvenkyn svo yfir í kall og öfugt. Þannig að það er heilmikil mósaík og tilbrigði við þessi stef út í dýraríkinu sem segir okkur bara náttúrulega náttúran fer ýmsar leiðir að leysa sín vandamál. En nú erum við ekki svona hæg botndýr í sjó og ekki trúðafiskar í sjónum. Þetta erum við menn og erum spendýr. Er það þannig að eitthvað af þessum lausnum náttúrunnar að það geti verið hluti af okkar raunveruleika, svona líffræðilega raunveruleika? Já, en svona spám í það sem kemur oft upp og eins og í spurningunum sem koma til Vísindavefsins, bara hvernig verða kynin til, hvað áhrif á kynmyndunina og náttúrulega við lærum mörgum X og XY litninga og það er þannig að mörg spendýr og mjög mörg hryggdýr eru með svona ákvörðunarsystem þar sem þetta er litningabundin kynákvörðun og þá er það ákveðnir erfðaþættir á litningunum sem að ýta þroskun einstaklingana í ákveðnar áttir. Og svona stutta útgáfan sem að við kannski þekkjum flestir þetta upsilon-litningurinn er með eitthvað á sér sem að ýtir í gang kynþroskun í átt að karllægri anatómíu og kynhneigð og kynvitund. Og það er svona eiginlega kannski við svona horfum á þessum þrennt, það er anatómía, það er svona taugabrautir sem tengjast í bara hvernig upplifum við okkur sem karl eða konu eða hvorugt. Er það líffræðilegt að ég upplifi mig sem karl eða er það félagslegt? Nei, það er þá mikið til líffræðilegt eða er það bundið en eins og með alla þessa þætti umhverfið getur haft áhrif, bara svelti eða eins og eða skilgreint fyrir mig hvað það er að vera karl. Það kannski líffræðilega þá er ég ítt í það að vera karl en síðan er það menningin sem ég lifi í sem að segja mér hvaða merkingu það hefur, eða hvað? Já, svona umhverfið er allt umhverfið er hitastigið, efnasamböndin sem að þú færð þegar þú ert að næra þig að færð frá móðurinni þegar þú ert að þroskast, það er hitastig og það eru veirur og það eru sýkingar og alls konar svoleið sem eru umhverfið og síðan fer það náttúrulega upp í það hjá okkur og náttúrulega mörgum öðrum dýrum að þá er það samfélagi sem við tilherum, hvers konar samfélagi er það og það getur alveg haft áhrif alveg eins og erfðaþættirnir eða líffræðilegu þættirnir, en það er svona bara svona stórt bókhald og frágengið í mörgum tilfellum bara hversu sterkur áhrif af segjum fæðu á meðgöngu eða áhrif, náttúrulega núna erum við að uppgötva steralík efni í plastvöru og ýmiss konar svoleiðis sem að hefur áhrif á kynþroskun margar hryggdýra og
Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er hann Óli Dóri með hvað sæl og blessaður. Já, hæ. Til að ræða bara svona það sem er að gerast í tónlist, AI tónlist. Ég svona fekk það hingað sérstaklega til þess að ræða hana. Það eru margir listamenn sem eru mjög smekir við þennan anga gervigreindarinnar. Já, ég var það alveg smá í byrjun en svo er þetta svo glatað. Það er ekkert hægt að eitthvað hættu við þetta. Það finnst mér, þetta er náttúrulega ömurlegt. Þetta er að taka lifibrauð af fullt af tónlistarmönnum. Til dæmis bara svona tónlist í auglýsingum og allt svoleiðis, sko. Og örugglega það gæti alveg orðið meira. En sem listsköpun er þetta ekki eitthvað sem að heillar, sko. Nei. Þetta er eitthvað svona, það virkar svona eins og, þessi gervigreindar tónlist sem hefur verið eins og Spotify. Það var náttúrulega búin til hann alveg heil gervigreindar hljómsveit sem að náði alveg svona ágætis vinsældum. Svona Krungbin, eitthvað eftir henn maður, Velvet, Sunset eða eitthvað. En það var svo greinrætt líka með að myndin að þeim var svo ótrúlega mikið AI og allt, sko. Já, þú sér út að sé svona gerfilegt og myndin að þeim eitthvað svona, en það er ekkert allir sem eru læsir á þetta. Nei, reyndar ekki. En þetta er samt bara, þú veist, þetta er ekkert ný tónlist, þetta er bara tónlist byggð á annarri tónlist. Þetta er bara svona hermi kráku hljóð, eða skilur við. Þannig að, þú veist, það er spurning með höfundarétt á þessu. Þú veist, hvaða lög eru notið til þess að fara í hana gagnagrunn til þess að búa til þess músík, skilur. Það er einhver lög sem búið að semja. Ég veit að Bubbi Morthens var, hann var gagnrýndur daginn þegar hann seldi svona eiginlega allan katalóginn sinn til Öldu til þess að hann, eins og hann útskýrði, var til þess að varna þess að það myndi einhver nota hans höfundaverk til þess að búa til eða byggja á. Ég held að... Hvað meina með því? Þá sjá bara Alda algjörlega að innheimta og halda utan allt hans. Hann gerir þetta svona til þess að tryggja börnin sín og annað sagðan, en þetta er svona fyrsta skipti sem við sjáum íslenska tónlistamenn, allavega baktryggja sem í þessum hætti. En ég er bara frábært að hann fái bara pening fyrir sínu verk, skilju, það er bara jákvætt, en ég skil ekki hvernig þetta baktryggjan eitthvað fyrir þessari þróun, sko. Nei, og kannski betra að hafa bakvið sér annað stórt fyrirtæki eða eitthvað. Já, kannski. Svona gegn Spotify. Þetta er náttúrulega bara alþjóðlegt fyrirtæki. Já, akkurat. Þannig en hefurðu, sko, ég er inn á nokkur svona hljóðnördagrúpum, tónlistagrúpum og þar hefur verið svona mikil umræði þetta. Það séu eins og Spotify. Að Spotify, þar séu einstaklingar eða bottar sem eru á bakvið lög sem að þeir eru farnir að tilenga íslensku tónlistamönnum. Já, ég held að sé líka bara, íslensku tónlistamönnum, já, einmitt. Og það er komið nýtt lag eftir Ragga Bjarna og nýtt lag eftir Villa og ég er að tala við Pálma Gunnarsson sem að kannast ekki við nýtt lag með Mannakorn. Hann segir að þetta sé ekki úr þeirra katalógi. Og við Þetta er alltaf mjög skeri að það getur farið bara inn á reikninga hjá hljómsveitum og listamönnum og komið ný lög og eins og segir, við sáum þetta lag komið inn á föstudaginn og þú veist, þetta er mjög bara ræðilegt þróun. Ég vissi ekki að vera hægt einu sinni. Nei, en hverjir eru þarna baki? Er þetta einstaklingar eða? Sko það er spurning, ég meina Spotify hafa alltaf bara næstu því verið bara með heilu sko tónlistategundna nýjar, svona, þú veist, eins og svona jazz, svona easy jazz sem er bara 100% AI. Það er svona lyftutónlist, en ég með þetta virkar svona á svona lounge-pubum og afgreiðslustofum. Algjörlega, og ég meina, þú veist, þeirra markmið Spotify er bara að borga listamönnum eins lítið og þeir geta. Það vita það allir. Og það er hræðilegt. Og þú veist, þetta er náttúrulega bara, og bakvið þetta er ekki bara Spotify, þetta er þessi stóru tónlistafyrirtæki sem hafa alltaf verið að níðast á tónlistamönnum gegnum tíðina, því miður, og ég horfði náttúrulega á hennan þátt eitthvað leikinn, svona svolítið cheesy þáttir Spotify. Já. Og þar var þetta mitt að hann meiri segja að þeir eru að græða, en svo eru þessi stóru fyrirtæki sem eru að græða mest. Einmitt. Það er svolítið merkilegt. Þetta er svolítið merkilegt og þetta er orðið svona harðari heimur en það var. Það er auðvitað að fólk kaupir sér ekki svona físísk kopí af tónlist lengur, heldur á það bara inn á okkur skýi. Hvað meinur þau? Ég geri það. Já, nema þú. Ég fer að kaupa mig geislaskafti mér. Er það? Já. Hann er að koma tilbaka.
Já, þú ert að spá... Ég var að kaupa mig geislaspilara bara í fyrst skipti núna í 20 ár. Já. Mjög flottan og og ég er búin að vera að kaupa diska á fullu, sko. Ég á rosa marga diska til þess að gefa þér. Já, ætlarðu að gefa mér? Ég skal bara gefa þér alveg. Ég á svona, þú veist, kannski alveg heila geymslu. En ég held að það sé ekki það, ég meina, ég held að það fari aldrei alveg, sko. Fólk á alltaf eftir að vilja eiga og líka... Ég heldur að við séum að fara kannski þangað aftur. Já, ég held að. Líka bara gæðin eru ekki sömu í á þessum spilunar fyrirtækjum, sko. Nei, ég fekk tónlistamann til þess að útskýra það einmitt einhvern tíma fyrir mér. Ræðileg gæði, sko. Þeir eru núna reyndar eitthvað að auglýsa þessi að bæta, en það er ekki af gott og geisladisk. Það er eitthvað svona, og hann útskýrir þetta þannig að þetta er svona kompressað allt, þannig að öll hljóðin er einhvern veginn svona jöfn og það virkar ekki til þeim sem er að hlusta á væra bassatónlist. Og þess vegna verður hún mjög skrítin og eflaust margir sem hafa tekið eftir því. En það er svo sem margt að gerast í íslensku tónlistarlífi þó að AI er eini með öllum ráðum að hrifsa til sín. En það er líka bara konir, maður er að sjá bara íslenska tónlistamenn, það er konir svona AI íslenska tónlistamenn, maður er að sjá það líka og þetta er svona siðferðisleg spurning hvort þetta sé ný tónlist eða ekki. Og sumir segja, þetta sé bara eins og þegar trommuheilin var að koma eða tölvutónlist og svona en þú þurftir aðeins að gera meira heldur en að skrifa ykkur setningu inn í tölvu heldur en að þá þurftir aðeins að leggja meira vinnu í þetta þurftir smá tónlistarhæfileika. Ok, ég ætla ekki að biðja að nefna henni nöfn en hvað, því að nú hef ég ekki fylgst greinilega nógu vel með þessu því að ég veit ekki hvaða íslensku tónlistamenn eru í þessu. Nei, og ég er ekkert eitthvað að seita neitt sem er í því, skilur, fólk er bara tæknin er komin og það er ekki tækt að stoppa þetta af og ég meina þetta verður alveg þróun núna að verða og ég meina kannski, og ég held líka alveg eftir að koma eitthvað jákvæmt út úr þessu, ég meina þetta er, þú veist, þetta er bara nýtt tól og þú veist, það er bara, en það sem kannski þetta er að replacea, ég held að þetta replacea aldrei einhverju svona alvöru tónlist, þetta kannski replacear einhverju svona, þú veist, síbilu, skilur bara eitthvað svona background já, sem var kannski bara samin eins og gerðigrundin semur, skilur. Já, ég nefnir hárgreiðslustofur nákvæmlega. Þær eru með einmitt alltaf svona eitthvað í bakgrunnin en maður greinir einhvern veginn aldrei hvað. Nei, einhverju lyftutónlist. Einhverju lyftutónlist, einmitt. En þeir en það, mér finnst þetta áhugaverð umræði einmitt af því þú nefnir trommuheilan og eiga í þessu samhengi og þetta er líka samt gefur sko fólki tækifæri til þess að pröfa sig áfram í að skapa tónlist þrátt fyrir að kunni ekki að hljóðfæri og kunni ekki neitt eða hafa engin sambund og allt það, þannig að það eru svona, ég sé svona ljósapunkta í þessu. Það er ljósapunktur, en eins og þetta er núna, þú veist, þá er þetta bara þessi gagnagrunnu sem er að vinna tónlistina. Þetta er bara unnu upp úr þeim gagnagrunn. Þess vegna, þú veist hefur þú pröfað að gera svona lag? Já, við pröfum þetta, ég og vinur minn eftir smá ég og vinur minn Herminger við vorum að prófa þetta og hann fekk bara svolítið smá svona áfall ég sá bara svona, þú veist, því hann er náttúrulega unnið mikið í að vera að gera tónlist fyrir alls konar dót, skilur og auglýsingar og svona og ég sá bara svona þunglindið færast yfir hann, skilur, því að þetta, þú veist, og sérstaklega því að gervigreindin gat með þess að gert músík á íslensku. Já. Þannig að þetta er svolítið... En ég meina henni tókst að gera mannakvort lag. Já, en ég meina það er ekki sungið samt hana. Nei, það reyndar er instrumental. Það var alveg hægt að taka ratna þeirra, skilur. Einmitt. Þetta er, já, einmitt. Þannig að ég hef reyndar átt þetta samtal við Hermigervil og hann var mjög heitur yfir þessu. Þegar ég var að segja, já, það eru svona ljósi punktar í þessu. Þetta er kannski rekur og eitthvað fólk út í að vera meira skapandi og svona, þú veist, kannski svona gefur þeim sjálfstrustið í að fara á pick-up gítari eða hljóðgerfil eða eitthvað en það er ekki allir sammála því. Jú, en ég get samt alveg verið smá sammálaði. Ég meina, ég held að þetta sé alveg tól og ég held að þetta eigi alveg eftir að þú veist kannski setna meir koma með eitthvað nýtt, skilurðu eða vinna með þetta en þú veist líka bæta þínum óna. Þú veist, þú getur aldrei bara eitthvað látið tölvuna alveg gera þetta, held ég. Annars verður þetta aldrei list, annars verður þetta aldrei, skilurðu að því eins og það verður að byrja það saman að vera aftónlist og svoleiðis sem byrjaði fyrir einhverjum áratugum að það var samt alltaf einhver svona
einhver list á bakvið þetta, einhver maður, skilur, einhver persóna. En þeir eru bara eiginlega að láta, einu sem þú gerir er að skrifa einhverja setningu, það finnst mér ekki vera það finnst mér ekki vera list, skilur. Nei. Og það er það þá höfundarverk? Já, akkurat. En svo líka annað, þetta hefur líka nýst vel í hljóðvinnslu til dæmis. Það var til dæmis Bíktátin gáfu út að laga fyrir 2-3 árum, þar sem við gátu hreinsa upptökur og svoleiðis og gefa út nýtt lag. Þannig að ég meina, þú veist, þetta er ekki alveg neikvægt, en eitt og sér er þetta það. Akkurat. Og það þarf að, mér finnst að þurfi að vera með skýr lög yfir þetta. Já. Það var núna til dæmis í Kaliforníu, þá er bannað að nota AI-leikara. Mér finnst það til dæmis að vera jákvætt. Það er að venda eitthvað starf. En ef þú horfir á Netflix, ég náttúrulega svona raunveruleika sjónvarpsnörd og horfi ógeðslega mikið á svona í hvað er þetta, Love is Blind og allir þessi raunveruleika sjónvarpsþættir, þessi nýjustu, þeir eru bara komplett, bara með AI tónlist. Já, með tónlist, já, ok. Þannig að þeir eru það kemur ekkert óvart. Nei, en það er líka, þú veist, þannig að þá kemur eitthvað svona sena, hún er rosa dramatísk og það er eitthvað svona, þú veist, rödd sem að að segja nákvæmlega það sem er að gerast í senunni og maður pikkar upp að því, en ég meina þetta hljóma samt alltaf eins og þetta gæti allt verið Shawn Mendes. Já, einmitt. Og þetta er náttúrulega, þú veist, þarna er verið að taka bara lifibrauð af fólki, sko. Það er áhugavert. Og það mætti alveg, þú veist, ég veit ekki, það er alltaf bara erfitt að einhvern veginn, þú veist, og svo núna þó í Bandaríkjunum er eiginlega voðalega lítið á lögum með þetta, þú veist, eins og Trump er bara búin að gefa þeim alveg lausan tauminn, sko. En við höfum svolítið lausan tauminn hérna ennþá allavega. Já, en það er samt byrjað eitthvað svona að huga þessi held ég meira í Evrópu. Ég veit að Sölvi og Alda hafa verið að spá mikið í þessu, en það eru náttúrulega ekki allir þar. Nei, akkurat. Það er gott að þessu, þú veist, fagalegar að gera það, sko. Já. En þeir sko, þegar þetta verður, þú veist, það verður svona mikið, það verður svona candyfloss bara overload, þá kannski fer fólk frekar að leita á tónleikastaði, en nú eru þeir kannski svona á skortinskanti. En ég meina síðast, eða þar síðast þegar þú komst hingað, þá vorum við með að ræða þegar að Kexu lokaði og þú ert náttúrulega búin að finna þig nýjan stað? Já, ég er með 2. Ég er bæði með tónleika einu sinni í mánuði á Iðnó og svo er ég með tónleika hverju lögati á kaffibarnum. Og það er margt í gangi. Ég meina, Austurbær var að opna fyrir tónleika, glæsilegt húsnæði og búið að vera frábæri viðburðir þar. Já, ég fór mitt á FM Belfast þar helgina, það var mjög skemmtilegt. Já, var ekki æði? Jú, frábært. Það er náttúrulega æðislega. En sko, þannig að mér finnst alveg, ef við berum saman síðastir í komum, mér finnst alveg aðeins bjartar yfir, sko. Já. Það er alveg margt í gangi. Heldur þetta haldist í hendur? Það sé svona fólk sé einhvern veginn aftur að leita í? Já, ég held það. Ég held að fólk, eins og segi, þú veist, það geta aldrei replacea live tónlist með einhverju AI, nema allir að fá bara eitthvað vélmenni til að spila. Ég reyndar fór á einu svona Kraftwerk tónleika sem voru með vélmennum. Já, þeir eru mennsk vélmenni. Já, heimitt. En það var í Kaplakrika, það voru með svona setup. Það voru geggjaðir tónleikar. Já, það voru svolítið góðir, sko. 2004. Já. Einmitt, það er svo langt síðan. Svo langt síðan, við erum að segja hverjum gömul. Já, við skulum ekki tala meira það. En já, þú ert með ykkur tónleika núna á næstunni? Já, ég er með stóra tónleika á Iðnó á Halloween. Það er 31. á Halloween, fyrst skipti sem það er svo oft með íslenska Halloween, einhvern veginn, það er svolítið ruglingslegt, þetta er alltaf helgin í kringum en á dagsetningu, en núna er það fösti. Þannig að ég er með stóra tónleika á Iðnó, Halloween Sample, þar sem að ég er með, við erum með nokkuð mikið af góðum böndum þar og listamönnum. Hvað er Sample? Sample er eru tónleikar sem fara fram einu sinni í mánuði á Iðnó og ég og vinur minn Hallur Jónsson erum að sjá og þetta er alltaf síðasta helgina í hverju mánuði og þetta núna bara upp á Halloween, þannig að við verum með Kælan miklu, ég held að segja engin hljómsveit sem passa betur inn í svona Halloween-dæmi heldur en Kælan. Mjög hrollvekjandi. Já, algjörlega. Space Station. Já, Space Station. Já, það var alltaf frábært að sjá þá þarna. Þeir eru nýkonir, þeir eru búin að vera að túra á fullu núna Evrópu. Já. Sunna Margrét, og hún er alltaf alveg frábær. Og Lotto, ótrúlega skemmtilegt rockband. Og svo ætla ég og Hermingjöröll að loka kvöldinu með svona DJ-setti, back to back.
Og hvað fyrir fólk sem er komið nóg að því að hlusta á tónlist heima á sér yfir Netflix eða eitthvað stærðastar. Hvernig, sko, að það langar að fylgjast með. Ég hef oft heyrt fólk tala um það að þau líður svona eins og það þurfa að vera partur af senu til þess að vita af svona smerri viðburðum. Já, ég sjálfur er með útastátt á mánudum sem að fjalla svona nýja tónlist og ég reyna að fjalla mikið mín íslenska tónlist. Viltu segja hvað hann er gamall, þessi þáttur? Hann er að vera 20 ára í janúar. Það er ræðilegt að segja. Nei, það er bara gott. Já, mjög gott. Já, og ég er alltaf með spilunlista á Spotify þar sem ég læt inn og svona, þú veist, reyna að finna nýja íslenska músík mikið og erlenda. Þannig að það er alveg hægt að fylgjast með. Það er hægt að fylgjast með. En á Spotify, en ég ætla ekki, veist... Já, veitu kannski ekki vera beina fólk á Spotify. Nei, ég mun búið til nýjan lista á... Á Tidal eða eitthvað. Já, þetta kemur allt saman. Það er ekki komið svona, ég veit ekki, er ekki pláss fyrir íslenska svona tónlistaveitu? Ég meina, var náttúrulega Gogo Jóko. Alveg rétt. Sem að byrjaði mjög sterkt, en svo kom Spotify svolítið bara og tók yfir. Alveg rétt. En núna er þessi gæi, hvað heitir hann aftur? Eik eitthvað, ég man ekki hvað hann heitir, þessi Spotify mörður. Já, vondi maður. Hann er að gera allt þess að eyðileggja þessa tónlistavitu sína. Já. Hann er samt að hætta held ég sjálfur, en hann er í öllu ívúl, bara sem finnst í heiminum, sko. Hann fjárfest í vopna, einhverju svona í vopna drónaframleiðslu sem að fer miklu leyti fram bara við það að drepa börn og Gaza. Ógeðslegt, sko. Já, þannig að við hvetjum fólk eindreiði til þess að hætta viðskiptum Spotify en og bara kannski finna upp okkur nýju. Já. Eða dustar ekki að geisladisknum eins og sér? Ég held að, þú veist, þetta maður að fylgjast með þessu, ég held að sé alveg svona, þetta gæti alveg að fara að nálga svona breaking point í að tónlistamenn fari bara, þú veist, hata allir tónlistamenn hérna Spotify. Þannig að mér finnst mjög áhægt að fylgjast með hvað hann er að gera mikið af mistökum, með þetta ráðandi markastöðu. Ég hef pælt einmitt svolítið í þessu sko eftir að við fórum að kaupa tónlist í gegnum netið eða í gegnum þessa veitur maður auðvitað, þú veist, borgar einhverja summu á mánuði til þess að sleppa við auglýsingarnar og sú summa fer í sjálfu sér ekkert til listamannana nema að einhverju svona örlitlu leiti en þegar maður keypti sér geisladiska eða plötur í kannski meirmæli, maður safnaði sér alveg fyrir geisladisk og ég var kannski að safna átti fyrir geisladisk, fór, keiftan þetta var svona interaction, þetta var líka svona félags og svo átti hann sko og ég á hann ennþá og þú veist, og hann verður bara líklegast til ef að þú veist, hann heldur áfram að vera bara í einhverjum kassa verður hann bara til fram yfir minn dag og sama með plöturnar, ég meina ég og þú veist, átti gamla plötusafnaðs pappa og svona en þessi tónlist sem maður kaupir á svona kláti maður á hana ekkert. Nei, þú átt hana ekkert, það er bara þetta skrúa og ég held að þetta sé alveg eitthvað sem að gæti fara að vera trend að fólk vilji bara eiga, þú veist, ég var að kaupa Simpsons fyrstu seríunar á DFD, þú veist, því þetta er alltaf að fara út af þessum veitum og svona, maður vill eiga þessa hluti. Ég hef náttúrulega aldrei hægt að kaupa tónlist, ég bara ég keypti geisladiska til 2006 og svo byrjaði, þá hélt ég áfram bara að kaupa vínil, hef verið að gera það síðan og núna er ég byrjaður aftur að kaupa diska. Þannig að, þú veist... Valdi fluttur í stærra húsnæði? Já, þetta er allt í blúsandi siglingu. Það er aldrei vitað, þú ert hér með að spá endurkomin geisladisk. Já, ég er, fólk er bara búið að spá honum og það er raunin, sko. Já. Síðustu árin, þetta er búið að svolítið trend svona og ég held að... Hvað með Blu-ray? Já, báttið, sko. Og ég held að eins og svona yngri kynslóðis finnst þetta að vera ennþá meira svona eitthvað cool, sko, þú veist. Svona Gen Z's og þeir eru að fara... Ég er að sjá þau oft í þarna góð hirðinni þegar ég er að kaupa diska. Já, það? Já, einmitt. Góð hirðinni. Svo er kólabortin alltaf, það er hægt að kaupa geisladiska. Maður sé mikið af boomers og svona Gen Z's. Já, þetta er áhugavert. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Áhugavert ég þarf að spyrja hana út í geisladiskana. Hvort þú sé. Ég er eitthvað með einu starf sem maður getur, ég er með svona 12, það er ekki disk að drífa á henni. Nei, bíllinn. Ég er með geisladiska í bílnum. Bíllinn, það er svo gaman að taka hlutur með sér í bílinn. Já, það er þetta svolítið skemmtilegt.
Akkurat. En já, þú spáði að hérna, þetta séu svona upphafið að endunum í AI-inu? Nei, alls ekki. Ég held að þetta sé bara byrjunin á einhverju svakalegu, sko. Já. En sem listform, þá ég held að þetta sé aldrei að fara að vera eitthvað listform nema þú gerir eitthvað mennst, því að það er bara skilgreiningan á list. Æ, nú var allir tölvunar rosa leiðar. Ég hef bara ekki heyrt, ég var að hlusta mikið á EA-tónlist, ég hef ekki heyrt eitt einasta lag sem hefur gott, fíla. Ég er ekki að grínast, ég er bara í alvörinn að segja það, ég hef ekki heyrt eitt einasta lag sem ég finnst ekki bara eitthvað glata, skilju. En þú veist, já, mann finnst flest mjög mikið af tónlist glötu, þannig að þetta er bara eitthvað svona, já, leið til að semja leiðilega tónlist, held ég. Já, þetta er eitthvað svona, þetta er leið fyrir eitthvað til þess að svona, þetta virkar svolítið svona eins og svona money making scheme eitthvað, þetta er svona ódýrt svona peningablokk. Akkurat, ég vil sé svona mikið grifters sem sjá svona tækifæri í þessu, sko. En þú veist ekki til þess að hérna það hafi neinar íslenskar sveitir þurft að fara í eitthvað skonar hark út af svona svona laga, já, eitthvað skonar lagaflækju. Með þá bara að hérna... bara hugmyndaverkið þeirra sé eitthvað neginn svona beitt og kannski ég held að það sé alveg pottið þetta, sko. Ég meina, ég hef heyrt íslenska tónlist á íslensku frá þessum forundum og það minnir mig alveg á eitthvað svona, eitthvað annað, skilju. Þannig að það er pottið verið að nota íslenska tónlist í þessa gagnagrunna. Alveg pottið, sko. Já, við erum ekkert undanskilin. Nei. Akkurat. Þannig að ég held að þetta gæti orðið eitthvað svona mál í framtíðinni að tónlistamann þurfa að leita réttinda sín. Já, en það er einmitt, en svo er það, ég einhvern veginn aðeins verið að skoða, svo virðist það vera svo erfitt, sko, því að þú veist, það þarf að vera það þarf að vera svo ofboðslega líkt og það þarf að vera svo augljóst rip-off, sko. Það er rosa erfitt svona eitthvað. Og ef svona tölvur eru farnar einhvern veginn svona fýta og þær vita allt, við skulum bara reikna með því að þær vita allt. En það er alltaf hægt að sjá, þú veist, það hlýtur að vera hægt að sjá hana gagnagrann. Já, upprunagrannan, já. Hvað er verið að henda hann inn? Það er eitthvað að vera að henda hann inn, skilur við. Akkurat. Þannig að það er alveg eitthvað sem kannski geti orðið eitthvað stórt málferli í framtíðinni. En maður veit það ekki. En það er hljómar eins og það finnst mér bara mjög líklegt. Óli Dóri, takk hérlega fyrir að koma og hérna ræða AI tónlist og bara eitthvað tónlist almennt hérna við rauðaborðið. Takk fyrir mig. Og við ætlum að ljúka þættinum á þessum nótum. Ég þakka kærlega fyrir mig, þakka samstarfsfólki mínu fyrir daginn og öllum góð gestum sem komu hingað og minni ykkur á að á samstöðum.is er þetta að gerast áskrifandi. Það er lítill nappur sem leiðir ykkur í allan sannleika hvernig það er gert og já, eins og segjum, góða nótt og takk fyrir mig. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.